Það nefnilega þannig FM 95 Blu hefur hafið göngu sína þennan föstu dag. Það komin 18. nóvember í dag. Og eins og allar að föstu dag þá FM 95 Blu. Hann enda búin að vera með ótrúlegt rekord. Þátturinn að vera með fullan bát. Stjórnandinn hefur nánast bara ekki mist úr þætti bara síðan elstu menn munlega einhvern tímann bara síðan fyrir COVID, en hins vegar í langþráðu og mjög svo verðskulduðu fríi Auðun Blöndal. Ég heitir Rikki G og ég ætla að leysa þann meistara af, en á móti mér sitja menn sem eru nú yfirleitt í sínum sætum. Ég ætla að byrja á, ég ert ekki kallað fyrirlið þáttarins skilsari? Jú, það ennþá allavega sko, ég ekki bara að missa það ennþá. Nei, betur fyrr. Hvernig þessi föstudagur að fara með? Ég bara eins og nýr. Já, bara myndalur í dag. Já, takk. Ég byrja að leika daginn og Robba í Carter. Ég að fara þangað. Já. Og Mækarna fara þangað núna. Ég á ammali helgina. Wow. Ég óskilur ekki hamingi með ammali. Já, það bara þú fara óskalega eftir. Já. King Mike hérna. Hann að trítla hérna út. Hann að leiðin upp í flugvél og leiðin til Tenerife. Já, ég byrja daginn á King Robba og Þú elskar að fara í vaskinn. Ertu að fara í vaskinn? Nei, ég reyndar ekki sko. Það var því ég var að strípa alltaf upp sko. En ég sakna það sko. Ég fer aftur í það 100% sko. Það eitthvað betra en höfunutt í hérna þegar maður að fara í klippingu? Nei, það að þreytta við að strípa sig ekki. Þú farði ekki í nuttu, þú farði ekki í vaskinn og farði alltaf þá veislu sko. Þú veist, þú aldrei, þú strípaðist en Þór. Já, ég var mikill strípari. Það ekki? Já, svona, þú veist, ég veit það nú ekki. Ég náttúrulega, ég hef aflitað á mér hárið. Aflitar það? Já. Á hvað árum voru það? Já, með hlandgult. Varstu með svona búðar? Já, ég með hlandgult á ofan. Og síðan var ég með raka undir og ég roki fauk það upp og dökk rótin sást og ég vil að spája að fá mér þessa hárgræslu bara aftur. Ég sakna hennar, hún var fór mig vel. Þá fyrstu vaskinn og nuttið og það allt sko. Ég man nú ekki eftir hvort ég að fengi einhvern vask og fleira sko. Jú, það er væntanlega til að þrífa efnið úr hárinu. En eins og þegar ég fyrir klippingu í dag, þá sest ég bara í stól og ég bara klipptur. Ég veit ekki, ertu biður að komast í vask? Nei, það yfirleitt þú strípaður, þá ferðu í vaskin eftir það og þú veist það búið að setja þetta litin í þig og það þrýfa úr þér og svo farðu djúpnæringu og hárna og allt þetta shit skilu og þú farðu nuttið í leiðin sko. Ég veit það, það er að fara aftur í það sko. Fengst þú samt vaska? Nei, ekki nefnir ég farið í strípun. King Richie hefur verið í strípun. Hérna, og ég elska líka, Gilsarinn á 50-saldri og hann að vinna með skinfeit, eða ekki? Nei, hvað meinarðu? Það vart með svona alveg raka hérna til þess að byrja með svo. Þetta heitir skinfeit sko. Ég veit ekki hvað það heitir. Ég sest bara á Robba og segi Robby, do your shit. Já, ég meina þú veist. Hæfileikasti klippari landsins. Það er ekki að fá því. Do your shit. Ég get bara, Robby, getur mikið skinfeit. Ég segi bara, klipptu mig. Já, máli að þú veist, þráttur að menn sé að eldast inn í stúdíónu þá það voru alltaf læg kannski að fá sér samt svona in a how to do fellow kids haircut sko. Já, það er ekki það í sko. Nei, það heldur manni bara gangandi sko. Ég meina inn og 3 ár sen ég aflitaði mig sko. Já, voru að fara aftur í það. Það fórðið vel. Var alveg gaman sko. Já sko, maður hefur séð svala myndir aðeins sko. Já. Líka svona frá því gamla dag, hárgreiðslulega. Það var ekki svalur í gamla dag. Nei, þú veist, þú varst með svakalega, þú varst að vinna með hárgreiðslur í gamla dag. Ég þorði, orðað þannig, ég þorði í gamla dag. Þú varst alveg með. Þetta var rúmfattalega switchy. Já. Strípar það vel upp. Ég var með hárgreiðslu sem var kallað skúnkurinn. Þá var ég svona, þú veist, grár á ofan. Já. Og með eitthvað svona lit í hliðunum. Ég var alls konar. Það var ekki lítið að gera það í dömanum þar eða nokkuð? Jú, það var alveg freka lítið að gera og hérna við fyrir mægt að ræða það sko. En Rúmfó Ritchie, það samt svona sterkasti Ritchie inn á ferlinum, eða þú veist, það er að tala bara svona heilt yfir eða? Sterkasti, hvað er? Nei, bara svona, þú veist. Ég myndi segja að það var klárlega eitt besti Ritchie sko. En þú varst ekki að vinna með hérna. Þetta svo Wurth-blöð, var besti blöðar. Já, klárlega sko. Það var síkó líka sko. Hann reykti stubba. Það var rosalegt sko. Kifti ekki síkó, hann reykti stubba. Sem var helviti svona skemmtilegt sko. En í rúmfattalaganum, og ég er áhugamaður lag, ég var lagamaður meira en 10 ár sko. Þú veist, þú varst að vinna, það ekki með, Kristi Pálsson, sölumaður og kynlisvíkill og sporthúsinu var að vinna með þér þar, eða ekki? Jú, við unnum saman þar. Lentið þú í þið sama og ég lendi á 67? Pizza 67? Hvað gerist á Pizza 67? Það gerist bara það var törn, brjálað að gera. Föstudagur, 19:30, bara allir í Kópavogi og þetta var engi hellar og ná sér pizzu þarna. Og Kitty var eini bakarinn. Álvöru var sko hægur og það rennur ekki um blóðið sko. Það var bara chillin á skrifstofu. Nei, það var á baki inn á salerni. Jésús. Það er nákvæmlega sem það var að gera sko. Ég leiti alltaf inn í eldhús sem Kitty á að standa baka. Það var bara tóm. Það má ekki. Það var inn á salerni. Sko, þegar ég kynnist Niður í törn. Ég kynnist Kitta svolítið seint sko. Og bara fyrir nokkurum árum gegnum ykkur
Ég sé þetta ekki í honum. Nei, ég heldur sem þetta er alltaf óvart í þannig dag sko, en þetta er 20 ár síðan sko. Ég Já. þekki hann frá því að ég var að 10 little baby sko. En þú varst ekkert var við þetta hana í rúmfættunum? ekki, nei, hann var svolítið dulur að hangi í pulsusjóppinu, það var einu sem hann var að gera sko. Já, Hann elskar vann pulsu. ekkert mikið sko. Samúð og þú Steinþór, elskar pulsu. Já, ég dyrka það sko. Ég fer oft bara og kem við og fæ mér eina á leiðinni heim í kvöldmattin sko. Þú veist, þannig að þetta er svona og líka þegar að grilla, þá grilla ég eina á meðan ég er að grilla og fæ mér eina á meðan ég er Þú að getur klára. grilla eina pulsu. Leiðu þetta að grilla meira en það átt í vesinni. Man Já, getur ég henda þar sko- að íta þar að grillinu á neinu sinni. Já, ég hef samt alveg, þú veist, ég get alveg grilla fullt af pulsum. Já, með 50 pulsur á grillinu. Það er bara ekki létt að grilla það sko. Klúðraði að grilla pulsu Nei. þetta? Hann Hann með vildi batnaamali, hann réð ekkert við ála, hann snýr eftir hingið og séðu menn sem menn panika og snúa, veit ekki hvað, þeir bara ráfum einhvern veginn, Já, já. það var Steinþór hana og alltaf einbeitingu á grillið, þannig ég ítt honum bara í Já, vörtu já. Heyrðu, Sá grill sig veisluna? Já, já. Strákar, ég hef búin að sjá svo miklu umræði þetta út um Já. allt og fólk er að tala um að því að nú styttist í jóla en það er rosalega skipta skoðanir hvenær fólk, hvað fólk vil meina hvenær má byrja að spila jólalög hlusta þau, Já. skreita hvenær má kickstarta í rauninni Ekki spurja Richie að því sko. Já, mér langaði Hann skal bara nefnilega þetta leggja það mestar inn sko. Mér langaði Hann nefnilega að hann spurja hann skreitti í nóg Hvað skreittir í júli? Ég er búinn að skreita en ég skreit ekki í júli. Býtu, ertu búin að skreita allt heima þér? Það er 18. nóvember, er allt skreitt Hvenær Já, gerðu? ég Og bara- komið á pallin líka Já, ég setti bara pallin deginum eftir ég kom frá tenni. Annan nómur. Er ekki lagi með þér, veit ég Hvað segja nákan? Það var einn meistarinn sem býr á móti minn. Hann sagði að ég spara hann alltaf rafmagnsreikningin í Novo Desk. Það var alltaf að kveikja ljósin sko. Nákvæm setur ekki mynd af þessu á Twitter Já, eftir að gera það. Það var ástæðin fyrir ég set ekki myndir af mínum skreitingum á Twitter af því að þér hefur tekist að eyðileggja jól fyrir konunni minni sko. Já, Kallaði íbúðin okkar asíska Já, pottkofa. Það er því að þú varst að vinna með þessa rauðu liti Já, herru, hún vildi rífa þetta allt niður sko. Hún klíndi einhverjum 800 lækum á þetta sko. Og fólk í vinnun hennar þetta er alltaf fyndið hennar með pottkofa. Það er ekki fyndið sko. Ekki vera að láta eiginlega eðilegja jóli fyrir Nei, nei. Því það bara gengur ekki sko Mér veist ég sko Ég hef aldrei sett rauða seríu aftur í glugga. Bara komið nálægt rauðum seríum eftir að þetta komment kom. En eru við með hvíta perur? Bara warm white. Já, warm white Já, Hva- það er bara svona, bara látföst. Já, já Og það er þá hægt að vera með líka seríurnar á pallinum alveg fram í februar sko. En af hverju ertu svo mikið jólabann? Er þetta ástæðan fyrir því, ertu fættur í DS? Ég Nei, er alls fættur ekki. í DS sko Alls ekki, ég bara hef alltaf verið það. Og hérna verðilega bara verri með árunum sko. Ég gifti mér alltaf aðfangadag sko. Ég er það mikið jólabann sko. Já, það er rosa Á aðfangata sko Já. Það er rosa Það er gaman að brúðgjörssammála á aðfangadag sko. En meina, Besta hvernig, jólabann í heimi, líklega hvernig virkaði það? Var eitthvað prestur bara til í þetta? Fekk líka Frikka Dór til þess að syngja sko. Var Frikki til í að rífa svo að King fættur? Frikki Dór sko Já, það er bara Klukkan minn hvað var. var þetta? Herru, við giftum okkur 11 morgun. Það er ekki flókið sko. Já, þú veist það að sama tíma og Steindi byrja partíð og sé sko Hann byrjar að helli fjölskyldu sér 11 og aðfangadegi sko Í kirkju Erst þú svolítið að hella í þig á jólunum? Erst þú þessi típa Steindi? Nei, ertu Jú. galinn? Ég hell í mig Já, Klukkan þú veist, sumir eru svolítið að vinna með að vera tipsi á aðfangadag Já, sko. sko. Ég dæmi ekki sko. Nei, Er ekki það? En byrju, opniði rauða eftir mat og svona? Já, ég gerir það. Já, Hvað er það að opna hennar rauða? Já, við erum allir saman í því ég sko, það byrjar ekki eitthvað kójufyllir í heimi og djúnur til kl. 11 Ef þú partíð byrjaði 11 síðan Þetta er ekki partí sko Þú veist, það er kannski, þar liggur heldur Hljómar miskilningur ræðilega sko. Já, Partí Ég og held að miskilningur liggur Ég er í að fara að rauninni mæta það, hana næsta aðfangadag sko Ég lofa Já, þér þetta er Ég er að fara að banka kl. 11 Nei, þetta er bóð og þér er bara ekki bóðið eftir að tala svona illa með bóð og máli er að sko, þetta er bara þannig að koma allir heim Já. Þú veist, náttúrulega síðustu jól voru mjög förðulega þegar við fengum allt COVID sko Já Það var bara 14 manna COVID Nú er smitt COVID sko. búið og Já, en þetta var sko, þú veist, fólk mætir upp úr 11 Þetta var í fyrsta skipti, Rikki, þú sem ekki jólabann Já. Þú ættir að skoða þetta Ok. Af því að það finnst ykkur ekki vera svolítið nonsens að byrja jólinn kl. 6 Ég er hefinn að byrja fyrir sko Ég er dagdyrkjumaður sko Já. Frekar en að fulla á nótt sko Þannig að ég peppa að þetta byrja 11 sko Þú veist, persónulega Það finnst geðu mér þau komið Persónulega finnst mér Kaning er þetta best að vera með þá er ég að tala um sko Að segja ykkur að vakna og fara í Á pakka jóladag. störlumna sko. Að ég segja ykkur af hverju það er geggju hugmynd. Af því að þegar maður er á krakka eins og við að þau þurfa að vakna á aðfangadagsmorgun og býða kannski 12 tíma eftir að fara að opna pakkan. Það er erfið bið sko. Allir döng- En Kanin kann þetta bara leið og vaknar og getur rifið upp þessa pakka sko. Já Já, mál er að mega miklu með Góður punktur. sens að þú ert bara að þú vaknar, ferð fram
opna pakkana, getur leikið með dótið Já. og eftir með allan daginn. Núna er í rauninni verið að kvelja börnin. Það er að þau vakna eldsnemma, hefi spennt. Herru, þú er að býða ykkur 12-14 klukkutíma. Svo ætlum við að keyra ykkur mat sem krakkarnir hafa enga lista á, sko. Vilja bara opna pakkana, sko. Já, og svo, þú veist, þegar krakkarnir byrja að opna pakkana þá síður allt upp úr. Þú verður að vera allir bara brjálaðir. En ég með klikkaði hugmynd Áhverju ekki bara, sko, þegar þú fyrstu fyllibittur á dettinni þegar klón 11 hann á aðfáttu Áhverju ekki bara, ok, það er dettin, þú skellir staupaborðið og allir helli í sig Áhverju ekki bara ofna pakkana klón 12 Það er nákvæmlega sem við gerðum mínu staupin af því að málega er að þetta var Gerðirðu það? Við fórum millilegina, ég hugsaði bara, En býtu, ertu með jólabóð sem byrjar 11 morgun og stendur bara fram eftir kvöld? Ok, býtu, nú ætla ég að fá að Alveg veisla, ég er að fara að mæta þarna. Nú ætla ég að fá að selja ykkur dalinn Ok. Ef það eru jól heima hjá einhverjum, segjum foreldrum, sískinum, einhvers staðar, vinafólki þá er þetta í rauninni allt álagið er á því fólki. Það er með allt í gangi, opnin, sósur, það er enginn að skemmta sér sem er að halda bóðið. Og þannig að við hugsaðum, ok, það fá allir bara mission, gera eitthvað smá heima á sér, þú veist, í þetta, þú veist, hvort sem það er eitthvað, sjóðu eitthvað trygg eða verið með Wellington eða rjúpur eða hvað sem fólki er að vinna með. Koma allir með þetta, svo eru bara allir saman að preppa sós, allir saman. Þannig að þetta er ekki neitt vesen fyrir neitt, skilur við. Þetta er bara svona létt fyrir alla. Og svo eru krakkarnir að fá að opna einn og einn pakka. Alveg frá 11 morgun Já, þá bara opna 2-3 pakka, fara að leika sig með það. Þetta er rosalegt koncept En veitu, hvað er þetta margir hér? Við vorum 14 eða Já, ok, wow Já, fullt af krökkum og læti. Geggja koncept, sko Komu jólasveinar og svona mission. Líka byrja En fyrir veitu, er það ekki fara að svífa vel á ykkur bara rétt fyrir 6? Ef við værum að hella í okkur, eðlilega værum við orðin það. Já, ég meina, þú södra út ekkert að þamba Ég meina, byrja ekki daginn á 2 ég er þetta bara 1-2 læt og stemning, sko Ég veit og vilt svo mikið heyra við tala um að þetta sé skrallan jólin hjá mér. Ég ætla bara að leiða hana. Við fáum okkur Ég er bara að kíkja þarna nú Já, Ég ætla bara að banka Mér finnst þetta, þú veist, við höfum aldrei gert það áður. Við prófum þetta, því að fyrir mér eru jólin ekki heilög. Þú veist, ég væri alveg til að prófa að vera Hatar Jésu út af lífinu, sko Nei, ég er að segja, ég væri til að prófa að vera erlend. Ég hef aldrei verið erlendis í jól. Ég var alveg til að prófa. Ég hef aldrei Ég hef ekki prófað Ég prófaði fyrst skiptið að vera áramót erlendis Við prófaðum það var jólkistarinn Það var gaman Áramótin skipta með engum máli. Ég get verið hvað sem er það. Það er engin svona, ég er ekki fastur en að hefðir. Nei Ég get bara verið hvað Þú sem er alveg jólabann, veit ég var sem verið þig að vera erlendis Já, ég veit ekki hvort ég myndi sæna mig í það sko. Þú þarft að vera á sama stað klukkan 6. Þú ert búin að hækki í rúf, heyri bjöllurnar, út í jakkafötum. Já, ég þarf alltaf að vera svona Þetta er allt svona fast í hefðir. Ég er bara í jakkafötum og með svundið við mér þegar klukkan er 6 En til dæmis þetta, það voru engin jakkaföt hjá mér sko. Því að sko, jakkaföt eru óþægileg. Það eru óþægilegustu fötin. Okay. Er það ekki? Jú, já, það veit ég sko Ég meina, þú veist Það er fasteignasalar eru alla daga í jakkafötum Já, enda er Svanþór Einarsson eigandi fasteignarsölu Mosbæjar í stregas koma jogginbuxum helgar þegar hann fær sér bjór sko, því að hann er alltaf í jakkafötum. Þetta er frábært koncept. Já, bara fólk mætir, bara heyrðu, hvernig líður vel? Mættu þannig. Þetta er ekki flókið. Já, þetta er svona þetta er með heldur gott sett upp á þessu Richie. Og hvað er framöndan dag hjá okkur í þættunum? Á ég ekki bara að bjóða Rikki, á ég ekki að bjóða þér heimtíminu jól? Jó, þú er bara gott að bara honum, segjum það. Nei, já, þú mátt svo sem koma líka. Bara svona prófið þess að ég kíki Herru, við erum með rosalega þátt Við erum ekki með 1 klefa, við erum með 2 klefa. Það er ekkert verið að flækja. Við fórum ég og Steinþór sættumst inn í klefi í dag. Hendi mér í liðin Sverða sem ég var ekki búin að prófa. Nei, og þú stóðst þig, Rikki, eins og hetja. Já, ég hef nefnilega gaman að þessu. Ég er búin að hlusta mikið á þetta hjá okkur og hérna það þarf ekkert mikið til þess að glæða mig sko. Þetta er gott grín og þetta er einfalt. Sko, ég veit nú ekki alveg hvernig við kliftum. Sko, ætlar að vera með báða klefana? Já. Yes. Ég ætla að vera bæði. Ég tringdi bæði í Arnar Gretarsson, góðan vinn minn og þjálfara Vals. Það er kongur. Já, ég var í rauninni að spyrja hann hvort hann ætla ekki að fara að sæna ykkur alvöru leikmenn en hann er á Hlíðarenda, þar sem ég er valsari. Hann kom með hálftíma ræðu hann og vonandi styttur. Já, ég stytti þetta vel. Arnar hatar ekki að tala sko. Og svo ringdi ég frúna. Og hún var ekkert sérstaklega ánað að hún þurfti að skuttla einhvern skóm hérna til mín og það hefði bara verið veisla. Vægt til orðin að teki hjá þér svolítið sko. Hún gaf þér bara lestur. Þú fyrst lestur. Ég líka Valdís lætur Richie heyra. Já, ég hef oft séð á tjenur. Richie fær bara lestur. Það er bara gott. Það er líka bara gott. Já, ég er gott að því. Þú búin að maður niður og bara fá lestur á gag. Stóni, þú hendir þér í alnafnar. Já, ég veit að Ítlefi gaman að Já, ég elska það sko. Hvað alnafn ást að vinna með í dag? Já, ég ringdi nú bara út allan. Nei, ég ringdi nú Ali, bændur. Já, og svo ringdi hann í eina konu, þóttist þér að kona og steindir eitthvað vesti hvern eftir hermaður sem ég hef heyrt á ævinni sko. Já, ég þarf að æfa mig. Þetta er ekki nóg gott sko, en það lifði nú ekki langt. Nei, það var mjög stutt.
Herðu, Gilsari, þú ert með spurningakeppnina sínum staðið ekki? Jú, King of Being Hot. King of Being Hot. Það er rosalegt. Þú ert ekki beinilins með 2 10 Ég held ekki verið með það áður, sko. Þannig að þú veist, og þeir eru báðir, myndi ég segja, alveg frekar sexy gæjar, sko. Já, við erum alveg bara fínir, sko. Við eigum okkar daga. Já, þetta er álur keppni. Og bara 2 mjög sexy gæjar, báðir með hár, og það er blöður allir frí. Það er ekki að verra að vera ekki með hár, eða? Báðir með hár. Nei, bara að segja, þú veist. Það er ekki oft sem ég er en það var allir með hárinni, sko. Nei, það er sjálfgeft. Þannig að koncept séð með. Jájá, það er veistlega, herru, þú ætlar að henda okkur í Stóni þekki eða ekki? Já, ég ætla að vera með þekki ekki í dag. Þetta er nú liður sem Öddi er alltaf með og hérna, sko, mér datt í huga því að ég og Egil keppum alltaf í þessu. Reyndar hefur Öddi keppt nokkur sinnum í þessu, en ekki oft. Þú hefur aldrei keppt. Ég hef aldrei keppt. Þannig að í dag kemur henni ljós hvor ykkar, hversu vel þekkjur Egil og öfugt, ég meina þetta kemur ljós. Það er mjög spennandi. Þetta er svolítið spennandi. Ég þekki Richie, ég er búin að fara með þetta tenur og 17 sinnum, sko. Já, ég held Ég þekki Gilsari líka. Nú, það eru svo margar spurningar sem hafa komið fram í þessu. Ég held þetta sé alveg komið vel yfir 100-200 tengdi, en ég held þetta sé allt nýjar. Ég held það, ég er ekki fullur það? Nei, ég held þetta sé allt nýtt. En ég meina, hver veit, ég gæti að skrifa eitthvað sem hefur komið þar. En Rikki hefur aldrei keppt. Aldrei keppt. Þekki ekki líka liður sem ég er mikill aðdáðanda, því að bara eitt fyndast aðri í FM 95 blöð gerðist þar í þeim liðinu svona, sko. Já. Það er bara sennilega að finna sem við veitum, sko. Hjá okkur félagunum? Já, hjá þér og Stinda, sko. Já, ég geti bara verið að rifja þetta eins upp eftir og fyrir mig liðinu eftir. Já, það er svona Hvað ertu með hljóðbút? Ertu mögulega, já. Það er rosa. Já, tökum við sem er recap á því eftir. Já. En Gilsi, þú ætlar að eiga fyrsta lagið í dag? Já, ég ætla að fá, ég stjórna nú ekki oft fyrsta laginu, en ég ætla að fá eiga það í dag, því að ég þurfti því miður að kveðja í vikunni einn mesta toppmann sem ég hef kynst, Óskar Berg Klöðursson, æskuvinn, eða Skara TNT, eins og að kallaður. Alvöru viðunefni. Já, bara rosalega TNT. Já, gamalli ég hvatti hann allt og snemma og en ég ætla að segja bara innilega samáköð til fjölskyldu og vina og þetta lag er fyrir þig, Skari minn, TNT. Það er nefnilega það, kæru hlustendur, þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 föstu dagur að sjálfsögðu og þá er FM 95 blöð milli 4 og 6 og við ætlum að henda okkur í slúður hér í FM 95 blöð. Já, ég ætla að henda mér í það. Brakandi fest erlends slúður. Þetta er nefnilega brakandi ferst erlend slúður og það er nefnilega, sko, ég var pínu, sko, svona smá, var stressaður, sko, því að mér fannst það svo ekkert verið að gerast en nú búið að gerast alveg heilan helling, sko. Já, býttu. Jú, geðu okkur eftir. Þú er með góðan pakka í dag? Ég er með góðan pakka, því að, sko, það er allir að pæli í hvernig Pete Davidson fyrir að því að ná í bara allar fallegustu konur heims því að hann er komið með nýja. Já, það talaði mann sér segull. Heldur betur því að hann og fyrirsætan Emily Ratajkowski séu svona nýjasta parið í Hollywood og eru vist búin að vera að deyta núna saman í nokkra mánuði og hérna ég er að horfa á hana Emily hérna og hún er gullfalleg og hann er búin að vera með Kim Kardashian, Pete Davidson, Ariana Grande. Voruð þið ekki hægt að saman bara fyrir kortir? Mér finnst það svolítið fljótur að ná sér í Kate Beckinsale. Þetta eru konundar sem Pete er búin að vera með bara upp á síðkastið. Er ekki eitthvað svona að láta ykkur tíma líða? Það talaðum líka að þessi er búin að vera saman í nokkra mánuði og hérna, þú veist, þá lítur hann bara að hafa byrjað með henni bara leið og sambandið við Kim fór í klósetti. Hvernig tegur Kim í þetta? Nefnilega, því að ég veit ekki hvort þetta hafi verið ef þú ferð á Instagram, Gilsari. Sama dag og þessi frétt kom út í hérna Bandaríkjunum þá hendi nefnilega Kim í bikinimynd á Instagram. Já, og ef fólk að tengja þetta eitthvað saman. Já, hann er svona, það er eins og hún sé svona að gefa honum undir fótinn hvað hann er að fara á misvið. Þannig að hún postar hana bara kortir í setna þessi frétt. Já, fólk fyrir svona að leggja 2 og 2 saman með tímasetningun á myndinni á hann. En sko, ég veit ekki hvað. Ég meni, myndir þú að segja mig að þú myndir hætta bara með Valdís á morgun eða eitthvað, ef þú myndir byrja með einhverjum fárlega sexy gæja á morgun, myndir þú posta að þú veist, mynda þér í þveng eða á penisn? Nei, mjög langt frá því, sko. Já, það er í KO, eða þú spáir í KO? Á hvað þá? Sjálfa mig. En er hérna En er ekki Kardashian hérna ofta að posta bikinimyndum? Minna það eitthvað nýtt? Já, sko, nei, hún var ekki búin að gera það í eitthvað dágóðan tíma sko, en þú veist, þetta kemur út á E-Online sem er svona eiginlega helsta slúðu síðan og bara, þú veist, ekki sko 2 tímum setna, þá var hérna þessi mynd af Kim komin inn, sko. Þú veist, meina það getur verið klikkuð til, þú er svona slúður sérfræðingur, Steinþór, sko. Já, ég meina það getur verið bara klikkuð tilvílun hana, með það? Ég kaupi það eiginlega ekki, sko.
Ég veit nú ekki sko, Ótrúlega naskur með slúrið sko. Já, en mér finnst þetta að vera svolítið Já, ég held að þetta geta alveg verið tilviljun Þannig sé sko Nú ætlum ég að spyrja ykkur Þú veist, það er sagt að Pete Davidson sé mjög fyndin gæi og og allar svona, það hefur verið tekið viðtal við eitthvað þessum kærustum sem hann hefur átt og það segja allar að sama, hann sé svona hann er með þægilega nærvör og brjálæðslega fyndin Já. Myndið þið segja hann sé eitthvað að þú veist eitthvað 10 eða eitthvað í útliti er hann ekki bara average bara looking eða? Nei, þetta er bara það er ekki með andlitið hans Richie sko til þeim sko þú veist ég með það ég bara þú hugsa upp átt sko ég meina en þú veist ekki að tala þetta er ekki en Brad Pitt sko nei en þú veist en ég meina hann bakkar þau upp með að vera ekkert eðlilega skemmtilegur hann er nefnilega málið, hann er ekkert eðlilega skemmtilegur og það er held ég að sem konur leita svolítið í dag ef að aðlinn er skemmtilegur Ég held sko, svo má ekki gleyma líka þú veist, það geti verið eitthvað manneskja sem væri þá 10 í útliti skilur svo ertu búin að hanga með þessari manneski klukkutíma þegar þú verður orðin þristur ég veit hvert að fara og svo held ég að sé hægt að vera alveg öfugt þannig að þetta bara við öll kyn sko skiptir einhver máli þú veist hvað það er sko ég er að segja það sko þú veist ég minna hann lítur við að tala allar að hann sé svona skemmtlegur þá lítur hann að vera skemmtlegur ég skrifaði David Peterson hvað heitir hann? Pete Davidson David Peterson Pete Davidson ég bara rugglaðist aðeins ég er að skoða hérna Kanye West kallar hann alltaf Pete Skeet Já, það er svolítið spes sko Ég hefur ekki verið að höndla þetta vel sko Nei, og ég hefur bara ekki höndlað lífið vel á árunum sko, það er bara heldur vond ári á honum sko Ég veit alveg að segja að hann væri samt frekar myndalegur ég er að skoða hann Já, þetta er auðvitað top guy Já, við erum bara í næsta móla Aðeins meirum ástasambönd því að þið lásuðu Giselle Bundchen og auðvitað Tom Brady eru hætt saman Já Hún á að hafa verið komin og farin að ekki halda við heldur byrjuð með jiu-jitsu kennarunum hjá henni og krökkunum Jiu-jitsu kennar Já Meðan hún var með Nei, sem sagt bara leið og bara eftir að hættu saman Þetta voru að hætta saman bara fyrir 7 mínútur síðan voru að skilja sko og það er rosalega að fara beint í engaþjálfara Já, og sem sagt Er hún að æfa og krakkarnir æfa jiu-jitsu hjá þjálfaranum og hann heitir Joaquim Valente Hún er byrjuð með hún rosalegt nafn Hún, sem sagt, þau sáust á Costa Rica á dögunum og heldur sem sagt margir að hinn fráskilda fyrirsætt að vera komið nýjan mann En núna eru einhverjir heimildamenn að segja að þau séu bara vinir Hversu mikið er að kaupa það að þau séu saman á Costa Rica og bara Mest að kjafta þessu æfina heilt sko En byttu hérna Það eru bara að segja það er ekki að chilla með engaþjálfarnir á Costa Rica sko En það týðkast samt ofta að engaþjálfarnir komi með þér út Er enginn að beða Gilsanum að koma með sér til Costa Rica? Nei, ég er ekki mikið það sko Og enginn úr sportasunnuðu, það er ekki verið að bjóða á nefndu Costa Rica sko En celebrity coaches, þeir fara alveg kunna einhvers Hún er með henni og börnunum sko Þetta er skrítið sko Það er ekki sleik á ströndinni Steinþór, það er bara Voruð þið í sleik á ströndinni? Nei, þau eru ekki þar En þú veist, það er að fara upp á herbyggi sko Það er bara enginn að kaupa þetta Nei, ég skilji Já, ég meðan kannski sko reyndar eins og ég satt á Steindir völdi segjur að ler Kannski er hún bara annað til þess að Kannski tókum bara þjálfari sem við útlökuð það ekki Nei, ég veit að það er sko Þú veist, ef þú svona Hollywood lið Það ferðast og er með þjálfarana og kokkinn og þjóninn og allt þetta batter í messi sko. En ég veit það ekki menn ef þau eru bara ykkur fjölskylduferð á ströndinni og þau í sleik þá er þetta náttúrulega að gefa þetta auðvitað leið að það er ekki þannig það verður að segjast En mér veist fólk verður heldur fljóta að fara í rýbándið Já, fólk bara keyrir sér bara Kannski var þetta löngu búið maður veit það ekki Nei, nema það ekki Herru, þriði og síðasti mólin Þetta er rosalegi mólar Þú ert að standa heldur vel í slúðurinu Já, ég er nokkuð annað með þetta Þriði og síðasti mólin Svona sérfræðingar í svona alls konar svona samfélagsmiðlum hafa verið að taka viðtalið þá og margir svona hafa áhyggjur af framtíð Twitter eftir allan brottrekstur Elon Musk á hina á þessa starfsmenn og meira þess að hefur gengið svo langt að það er komið svona hashtag Twitter end Twitter ending og eitthvað svona menn halda bara Twitter sé að deyja Sko, hvað segir þið? Getið þið gefið mér smá skýrslu bara þetta menn hann kaupir Twitter Já, og hann og rekur alla Nei, rekur ekkit alla hann byrjar í einhverju svona allsherja tiltækt en margir vilja meina hann sé svona hann sé að skera helviti mikið Já, vildi meina bara að væru of margir starfsmenn að gera hann of lítið menn að vinna heima og engi fór í svona mötunetti að þú veist, það var bara
Hann vildi meina að vera mikið að liða að gera ekki raskat En hann rekur alla, en svo byrjar hann allir að koma aftur. Ekki alla, sko Hann rekur svona marga sko, Svo byrjar að fólk að koma aftur, eða ekki? Ég sá okkur að fréttum það. Ég held að sé líklega mikið að fake news tengt þessu. Þannig að við bara sjá hvað gerist. Ég myndur að halda Twitter eftir að lifa. Hversu flókið er að halda Og ég meina, og ég myndi telja ansi ólíklegt að Elon Musk sé að setja mikið í þetta. Hvað var þetta mikið? Þetta var ekki 50B eða eitthvað. Hann var sennilega ekki verið að henda þeim peningum í til þess að þetta færi down the shitter á bara einhverjum nokkrum mánuðum. Ég meina, hann var mjög ósáttur við kaupin. Hann ætlaði að reyna að ganga frá þessu. Hann var mökkaður líklega þegar hann stingur upp á þessu koncepti, sko. Já. Svo rennur á hann bara og getur ekki bakka út úr þessu. Enda þú þarf að kaupa það. En hver er, já. Ég er bara að bakka út úr þessu, sko. Við gerum svona, setja eitthvað Instagram fullir og eitthvað og getur svona, vakna daginn eftir, bara sippaði út og haldi áfram í lífið, sko. Maður þekki það að vera fullur á samfélagsmiðlum og ekki að gera það, sko. Nei, maður hafði þetta hendu upp, host upp ykkur 44 $. En er hann, ætla hann sé viljandi að keyra þetta niður, eða? Nei, hann á þetta, hann vill vantilega ekki frussa 44 Nei, hann vill vantilega ekki tapa því, sko. Þetta er döitt, Ég held að sé of, sko, við þurfum bara að gefa þessu smá tíma. Ég myndi segja það. Herru, þetta var slúðrið í FM 9 blöðum hér framundan. Rosalegu pakki. Já, bara nokkuð góður. Takk fyrir þetta. Klefi framundan. FM 95 blöð, alla föstudaga á FM 957. Já, ég er ekki frá því að maður sé komin í smá gýr eftir að hafa heyrt þetta lag. Það er jú föstudagur og nú eru jólahlapp. Eru það að fara mörg jólahlapp? Eru við að senda fólk beint í ríkið með þessu? Ég veit það ekki, ég held það. Geggjur tónlistar Richie hérna. Þetta er svakalegt. Herru, við ætlum að henda okkur í klefa. Við ætlum að fara í lið sem að heitir Sverða. Já, eða sko, þú ert að fara í hann. Ég er að fara í hann. Og að því að sko, já, þú hefur aldrei farið í Sverðu áður. Nei. Og það gerir mig fátt hamingjusamar en að heyra aðra að fara í þetta. Já, þetta er það sem gerir hennar lið svo náttúrulega, hann er svo geggjaður af því að hann er ekki, þetta er svo aðstæðlegt. Þú veist, þú veist að segja við eitthvað Sverðu það. Já. Fólk heldur náttúrulega bara að sér stórum guður ugla. Þetta er líka króksara liður, sko. Þú er náttúrulega á þetta koncept, sko. Og líka, sko, að segja þetta við fólk sem þú tala við nánast daglega. Þú fer alltaf inn að breyta það fyrir svona hugsa. Hvað er í gangi heila? Þetta byrjaði náttúrulega allt út frá því að Öddi, sko, hann veist ekkert mála að lofa þér einhverju og svíkja það. Hann myndi aldrei svíkja þig ef hann var búin að sverja það. Hann er þannig. Já, hann er alltaf lægi að segja, þú veist, lofaru, hvað er klukkan? Er klukkan, hún er núna að vera 7 eða eitthvað? Nei, jú, lofa. Þú veist, hún veist þetta ekkert mál að bulla svona. En ef þú segir Sverðu það, þá myndi hann Já, þá þarf það að segja satt, sko. Það var gott, þá fínt hver maður hefur. Þetta er króksarreglunar. Herru, strákar, mér langar að fara í sko, ég hringdi í tvoðela. Ég hringdi sem sagt í konuna og ég tek það fram að konan er búin að standa í ströngu í vikunni. Krakkin er búin að vera veikur í viku og búin að vera heima í viku. Það er allir krakkar á Íslandi veikir núna, sko. Já, og þetta er búin að vera vel þreytt vika. Dælupest eða flensa? Já, bara flensa, hiti. Þetta er búin að vera alvöru skellur. Það með að hún var ekki að fara að nenna því að skuttla einhvern skóm hinga til mín. Nei. Og ég hringdi líka í Arnar Gretarsson, góðan vinn minn sem nýtekið með Val í fótboltanum og ég spurði hvort hann ætla ekki að vera að sæna alvöru leikmenn. Skulum bara heyra vislinu, skulum byrja á Adda, held ég. Hvað segir þau? Ég er bara góður og þú? Ég er bara þokkar hugur. Herru, ertu ekki komin á The Office á Hlíðarenda? Jú, ég er búin að vera í þessa viku, alltaf að mæta nýrðir. Við erum náttúrulega bara að græja herbyggi, sko. Já. Þannig að... Sko, Addi, þú veist náttúrulega ég er mikill valsari. Já. Heldur þú, ertu ekki að fara að sækja eitthvað alvöru leikmenn, eða? Jú, við erum að reyna á fullu að taka alvöru gæja. Þið eru semst að leita alvöru leikmennum? Já, það er ekki spurning. Sverðu það? Já. Það með það verða alvöru leikmenn í Val næsta sumar? Hvað að reyna, hvað kallar það alvöru leikmenn? Ég treysti þið fullkomlega í þetta, vinnur. Hérna, hvað er það að gera í kvöld? Ég er með DS. Já, herru, ammali. Já. Ætlar að fá þér eitthvað í kvöld? Ég fæ mér 1-2-3 skýr. Ég fæ mér aðeins bingum. Sverða það? Sverða það? Sverðið, hvað er þetta ekki fyrir það? Ég er bara að spyrja, ég er bara að spjalla við vinn minn. Ég meina, hvað hérna... Ég kunni fulli. Addi, hvað hérna, ég er að spyrja, hvað er það að borða í hátteginu? Ég? Já. Pulsu? Pulsu? Sverðu það? Já, ég sverða.
ég sagði það. Ég hef nú haldið að herra 4% fengið sér eitthvað annað en pulsu í hátæðinu. Ég veit það, þetta er erfið. Já. Kannski þetta vera bara... Maður er bara eitthvað, maður er komin í smá gýr sjálfur, maður ætlar að fá sér 2-3 kalda langt síðan, en þú ætlar að fá, við ætlum að fá okkur 2-3 kalda saman í kvöld, eða ekki? Jú, líklega. Já, Eða eitt rauðstrás eða eitthvað. Sverðu það? Hvaða grínar þetta? Ertu svona að trúa það? Nei, maður bara vill að menn segja sannleika. Já, ég get svarað að ég fæ mér auðvitað eitt drikk, ég get ekki svarað hvaða drikk eða einn eða tvo, jú. Sverðu það? Sverðu það? Hvaða grín er þetta? Ég heyrir. Hæ, hvað sér þið? Fína þú? Bara allt ágætt. Já. Hvað dýra? Ég var bara að koma heim, ég fór svona að líka heim í dag og hvernig maður líka. Ok, geggjað. Herðu, ég er að pæli, farið eitthvað á flakka á eftir það? Já, verður kláða, okkur. Sko, ég er í smá vesinni, sko, ég næpáttið ekkert heima en eitt að því að sko, eftir blöð þá þarf ég að fara beint í soundcheck. Varstu ekki heima? Jú, ég glemdi skóm. Vant að spari, sko. Til hvert? Bara nýr á FM bara, ég verð einna bara þar til ég er búinn enn að klána 6, sko. Ertu bara soundcheck hvert? Upp í Smára í Kópavogi. Ég skil það ekki. Þetta er spariskóla til að fara soundcheck? Nei, ég kemst ekkert heim í millitíðinni. Okkur ekki? Að því ég er í þessum Nike-stregar, ég fyrir ekki að DJ einhverjum Nike-stregar, sko, valdi sem reymandur og ónýtar. Ertu ekki bara 10 eða eitthvað? Nei, ég mæti beint því ég er búinn að lýsa, Valdís, kortur yfir 9. Já. Bara ekkert myndur þú kom, þú veist, getur þú kom með þarna brúnu stregar, hérna spæliskona mína? Já. Sverðu það? Það er beigja og spennu að koma hérna allavega upp á FM. Nei, ég veit það, en getur þú kom með þá? Já. Sverðu það? Æ, ég veit ekki. Ok, þetta er eitthvað grín eða? Getur þú kom með skónásti mínu eftir fyrir mig? Já. Sverðu það? Æ, ég er ekki, þegið. Ég er farin. Ég er ekki þegið. Ég er farin. Það var þessi loka orðin þetta. Hún kveikt á þessi loki. Ég heldur að fatta þetta, sko. Já, það ekki. Því miður, sko. En sko, mér fannst bara svo gaman að Hún var ekki að nenna þessu. Nei, hún var ekki að nenna þessu. Hún vissi að vera heima á hann. Já. Og nú hugsaði hún, af hverju gat hann ekki tekið skóna með Já, sér? og líka þetta er allt svo skrítið, sko. Þú veist, þarftu spari sko í soundcheck og ég nenni ekki að keyra allar niður á FM. Málið það er ekki að blása reyk upp í raskat og henni, sko. Það er bara ekki sjens, sko. Hún er geggjuð, sko. Þetta var frábært. Þetta var Sverða og sko, þú náðir að segja held ég 3-4 svona Sverða. Já, þú veist, það tók tíma að koma svo að, sko. Já, en ég man ekki eftir að hafa heyrt hana svarið það. Ég heldur að þú reyndir. Ég reyndi það. Já, þetta var vel gert. Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga. Held ég, elsku vinnir, þeir eru að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957. Auðun Blöndal stattur í Flórida. Já. Og það er Richie sem er King Richie. Já, rándýr leikmaður. Mættur þetta. Já, það er fínt að detta inn svona einu sinni. Er það ekki, hefur ekki gaman að því? Ég elska þetta. Alltaf gaman og góða föstudegi. Þetta er góð snáðun, sko. Eitt fyrir kaldir og Já, það er ekki dreipin einn. Það vitaðum við ekki. Þessi heldur áfram vinnunni í kvöld og alltaf vinnu alki. Já, það er að skemmta í amali hjá alvöru meistara. Risa Bliki sem hann haldur på daginn dag. 50 samanlið ekki? Hver á amali? Ásgeir Baldursson. Já, það er alveg kongur. Það var alveg veitlega Richie það. Já, ég hlaka til. Þú voru að þeita skífum þar. Já, Framættir. það er svo leys. Herru, Stóni, þú átt næsta lið. Herru, ég á næsta lið, drengir, og ég er að fara að henda ykkur í þekki eða ekki. Wow. Og Ég hef aldrei tekið þátt í honum. Nei, þú hefur nú heyrt hann. Ég hef heyrt hann mörgusunum. Mörgusunum. Ég hef heyrt hann mörgusunum. Já, ég er að spá, drengir, sko. Ekki bara byrja á King Richie og ég fer og prentar hann og Eigum við að gera það? Jú, hann er alltaf nýgræðingur og Já. Já, ég skal Nei, byrja. það liggur ekkert á Nei, og- ok, en sko, þú veist að það er alltaf sérstætt lag undir, ekki? Er það ekki þetta hérna? Sjálfsögðu. Það er Johnny og GTRN. Já. Og við erum sko bara, ég hugsa bankabókinu þeim sem eru þykk bara út af Já, og stefgjöldum. bara út af stefgjöldunum hérna. Við erum bara að passa upp á okkar fólk. Nákvæmlega þannig.
Herðu, sko, Yes. þetta eru 4 spurningar og þú þarf bara að vera einlægur í þessu. Já, það er eina sem ég get. Það er svona, þetta snýst svolítið það finnst mér nefnilega, ég hef gefið Agli lestur Já. því að hann hefur stundum ekkert verið nógu einlægur í þessu. Ef þú færð eitthvað 100% frá mér, Já. Steinþór, það er sannleikur og einlægni. Ok, ertu það klár? Já. Fyrsta spurning, hún er ógeðslega basic. Já. Þetta verði ekki einfaldari. Ok. Hver er uppáhaldsdrykkur þinn? Bara uppáhaldsdrykkur. Hvað er það, áfengudrykkur eða óáfengur? Já, sko, það er nú heila málið. Ég meina, þú Það veist, er ekki auðveld spurning, Steinþór. nei, þetta er bara af öllum drykkjum. Þú veist, ok, sko, þú gætir satt vatn. Það er Það er leiðilegt. boring, sko. Já, og það vatn er líka ekki gott, sko. Nei, nei. Þú veist, vatn. Þú þarft vatn, sko. Já, en þú veist, vatn er ekki gott, fattur. Þetta er bara vatn. En hérna, já, svona hvað, þú veist, ég meina, er það ísköld mjólk? Nei, Þú veist, aldrei. ég meina, þú ert með piparkökur, þú ert í Jú, ég jólabak. er alveg gott með piparkökum. Já, já. En þú veist, uppáhaldsdrykkur er vantilega bara eitthvað sem þú færð og þú færð þetta ekki eitthvað allt oft. Nei, ég meina, það var akkurat líka málið. Ég meina, þú veist, kannski er þetta eitthvað sérstakt tilefni. Já, Þú veist, og þú bara svona, gera já, vel við sig. nú ætla ég að opna þennan drykk. Besti drykkur? Já. Sorry, það er bara, þú veist, veit ég hvort að segja eitthvað, það er bara ískaldur bjór. Er það? Já, veistu hvað, það er gott. Það er bara ískaldur bjór. Já, því maður fær sér ekkert eitthvað allt oft. Ég meina, ég er ekki gæi sem er að horfa á fótbolta heima og miðvikudagskvöld og fær með 2 kalda. Ertu ekki sötra við heima? Nei, alls ekki. Þú ertu bara að fá þig bjór þú fær Já, eitthvað svona nú á til ferðinni? dæmis er ég að fara að fá mér kannski 2-3 kaldi í kvöld. Já. Þeir verða ekstra góðir, ég veit það, því ég er ekki búin að fá mér síðan ég kom frá tenni. Ertu ekki ískapin í... Jú, við erum alltaf með ískapnum með að koma gestir og eitthvað svona, ég er bara aldrei eitthvað, þú veist. Ertu ekki sullari? Nei, Nei. alls ekki. Ok, herru, þá er það önnur spurning Já. og hún ljóma svona, veitu, ég er að skrifa þetta niður. Ég er að vera með bókaldi, sko. Ég er bara að glemta, ég er með skýrsluna. Herru, hvað værir að vinna við ef þú værir ekki að gera það sem þú gerir í dag? Hvað væri, þú veist, ekki að gera? Ég meina, hvað er áhugin? Þú veist, ekki endilega áhugin. Hvað væri ég að gera í dag? Þú getur líka að hugsa þetta hannig að þú veist hvað þú heldur bara og hefur endað. Ég væri að vinna bara við eitthvað í einhverju sölu. Ég var í sölu á fullu áður en ég byrjaði þessu. Já, hvað, ertu þá að tala um bara í... Bara sölu og markasmál. Ég væri í einhverju svo, ég væri í einhverju svona, þú veist, já, einhverju fyrirtæki, þú veist. Veit ég hvort ég væri í hvað tryggingum, ég veit ekki hvort ég væri í fasteignum. Ég væri í einhverju sölu. Ég væri bara sölumæður einhver staðar. Já, sölumæður, þannig að í rauninni væri fasteignarsali þá rétt eða tryggingar... eitthvað svoleiðis, bara í eitthvað svona sölu. Verðbréfasali? Nei, ég veit ekki um verðbréf en ég væri eitthvað svona sölumæður. Ertu eitthvað í bréfunum með það? Ég var í þeim, mér var sagt að signa mig út og signa mig út á vestatíma sko. Já, þú keiriði þig út, já, einmitt, þú varst alveg brjálæður. Já, ég var brjálæður, út í miðlaran. Já, ég var í eitthvað svona sölustarfi. Ég var í sölumæður. Ok, sölumæður. Já. Þú myndir ekki fara sjálfstætt í eitthvað? Myndir þú bara sæna þig stærn? Veit ekki, svona til þess að byrja með alltaf. Þú veist, ég hef reynslu af sölu, ég veit að ég er fýtt sölumæður. Já. Og þú veist, ef maður myndi allt í hennu, þú veist, fá stíguvili hérna, hætta bara eitthvað svona, úst, þá væri það svona eiginlega meira mest basic sko. Gætur þú tekið penna á borðinu og selt mér hann? Svona... Sell me this pen. Já, gætur þú, veist, mynd færðu létt með það eða? Nei, sko, jú, ef ég væri með eitthvað hann, þá myndi ég örugglega loka því sko. Herru, þetta getur ný liður. Við þurfum allir að koma með eitthvað eitt hlut og reyna að selja okkur öðrum. Frábær hugmyndstæður. Það ekki? Gekkjuð. Næsta hætti. Herru, þriðja, hvað er það skrítnasta sem þú hefur gert í vinnunni? Það er skrítna sem ég hef gert í vinnunni. Já, þá það er ekkert endilega þessi vinna. Þetta getur að vera einhver vinna sem þú varst að vinna í áður eða þú náttúrulega búin að vera lengi hér. Já, mjög. Hefur þú gert, þú veist, hvað er eitthvað svona skrítið sem þú hefur þú tekið skrítin við töluruglega og alls konar, þú veist. Skrítna sem ég hef gert í vinnunni, jú, það er bara alveg definitely hérna þegar ég fór inn í kassan hjá Almari. Já, heyrðu, ég var bara að glíma því. Þá var ég með pródúsent í eiranu sem öskraði á mig í eira. Farið inn í kassan, kassan! Þannig að ég hafði ekkert val. Þannig að ég þurfti ég hendi mér inn í hennar kassa. Ég sé eftir því fyrir að fyrsta að fekk rosalega mikið haters að ég eyðilagt listkjörningin sem fekk mikið á mig. Mikið torfa pakkaði mig saman. Þetta er alltaf listkjörningu sem var bara þú veist, þetta er kassinn og allt í kassan. Já, allt sem gerðist í þessum kassa á viku og lyktin var eftir því líka að ég fór inn í kassan og
Já, það var mjög skrítið og ég hefði betur látið ógert. Já, ok, við þurfum ekki að fara nánu út í þetta. Nei, það er skrítnast allavega sem er dettur í hug. Þegar þú hendir þér inn í kassan, maður sjá, hjá Almari. Já. Ok. Eru búinir að Nei, ein eftir. Ok, núna þarf það að vera einlægur. Hversu töff finnst þér þú vera á skalanum 1 upp í 10? Hvernig finnst ég vera? Já. Þú getur ekki spurt svona spurningar. Mér minnir að við höfum annarkvort höfum við svarað þess áður eða við höfum verið spurðið svona hversu myndalegir en málega er að hversu töff. Já, þú veist, núna, Riki, núna erum við að tala um það að þegar þú fer bara í kringluna. Já. Þú ert að labba, þú sér kannski, þú veist, það er kannski einn og einn úlingur sem er það Ríki, eða þú veist, þú ert að labba þú ert að labba inn í ammæli, veislu, labba niður Laugaveginn. Hversu töff finnst þér að vera? Svona all over, þetta er ekkert eitthvað one time only skiptið. Nei, bara svona heilt yfir, þú veist, hversu töff er Rikki? Sko fyrir að fyrsta þá er ég ekki að reyna að vera töff. Ég reyni yfirlt bara að klæða mig í fatna sem ég líði vel í og bara finnst þægileg. Það er oft mestu töffararnir sem spá sem minnst í þessu. Já, fer bara í þægilustu skóna, reymið á stundum ekki mótana. Nei, óreimaður í einhverjum ógelaður. Ógelaður, þetta er svolítið töff allt sem til þess að vera bara hreinskilin þá finnst mér bara svona average töff. Ég myndi segja bara svona 6,5. 6,5. Ég þarf ekkit meira. Nei, en er þetta heiðalegt svar? Já, hvað finnst þér vera minna töff eða? Nei, ég var ekki að segja það. Nei, alls ekki. Þú varst að tala um að verðu heiðalur, hvað það er að fá mig neðar? Ég held þú alltaf að er ofan með þetta. Nei, mér finnst ég ekkit eitthvað töff. Nei. Mér finnst sko, þú veist, Baltasar Kormákur er töff, Hilmir Snær er töff, Ragga Gísla er töff. Finnst þú ekki vera á sama level og þau? Nei, því miður ekki alveg, en ég ætla að hendi í mig 6,5 og það er bara above average. Já, heldur betur. Það er ekki meira. Ekki spurning, þá erst þú bara laus. Það var vel gert, Rikki. Já, Gilsari. Sér hann okkur ekki? Jó, hann er hann. Herru, þetta var vel gert, leiðir ekki bara vel í þessu? Jó, þetta var góðu leiður. Er það ekki bara? Já. Þú voru að passa að sjá ekki hérna á tölvunni, þú lappa fram hjá. Herru, ok, Rikki, það farið fram. Ég er að svindla, sko, ég finna þetta bara eðlilega, sko. Já. Skrítið einhvern veginn að við séum, en það er engin á tökum. Nei, pæli, við gætum hoppa nú yfir og ítt á alls konar takka og veistu hvað, mér hefur reyndar oft langað það, sko. Af því að þú veist, ef maður er oft inn að ég manni stundum að vinna á kvöldin og svona, þá sér maður enginn inn það er bara slögt ljósi hérna inni og það er bara alla taka. Nei, það er bara matla tónlinn. Nei, mér langar stundum bara að setjast niður og fara í beina. Já, maður bara mættu, kannski, þú veist. Við gætum ekkert að gera það. Farið bara hérna, við tveir og bara krassað útsendingu. Næsta föstudag þegar Richie er ekki með okkur, þá ertu á tökunum. Ég? Ef ekki hafa á tökunum, þá. Jú, það er ekki. Jú, en þá við sjáum hvernig það mun ganga. Herru, já, næsta föstudag Sveppi Krull allar með okkur. Já, það er álveru sko, Richie og Mushroom, þetta er álveru replacement hjá The Poop. Þetta er rosalett. Herru, Egil, ertu klárað? Já, ég tegðu þig kælin allavega. Ég sagt, einhverju einasta þætti sístu 6 ára, þetta er streitumvaldandi liður en ég er gaman á. Hann er þælur í dag, ég lofa það ekki. Jú, herru, það er að fyrsta uppáhaldsdrykkur. Og þá, þú veist, við erum að tala um bara all over, skilur við. Uppáhaldsdrykkur. Geggjuð spurning, sko. Og maður ekki bara að svara það leiðilega að maður segir vatn. Það er ekkert gott, finnst þér vatn gott að bræði? Já, nei, ég sötraði við daginn og þið er á æfingu og svo hann með, sko. Þú ert ekki að, vatn. Það sem ég segi, við, til dæmis ripper, ég fæ með það, ég hlakka oft til á mótnana. Sko, ég byrja alltaf að taka kaffi þegar ég vakna. Ég elska að byrja daginn á kaffi, sko. Er það ekki eitthvað fæðubótaefni? Eða þú veist eitthvað svona... Ég veist, það er duft. Já, ég blandaði í, með röri og... En ég byrja daginn á kaffi. Sko, þetta er kaffi, eða rauðvín, eða ripper, eða Pepsi Max. Ég er ekki að spyrja hvað þú drekkur oftast. Ég er að hugsa upp á þetta. Já, ég er að spyrja hvað er besta sem þú færð. Á mótnarna er best að ég fæ kaffi. Þannig að veldur á hvaða tíma dags. Þú veist, rauðvín er ekki, þið hugsa vakna á mótnar ekki, ég var til því að maður með red wine núna. En hvernig kaffi er það? Ekki það mikið fyrir því. Ertu í uppáhellinga, ertu að fá þér eitthvað svona fancy? Ég fara í sporthúsinu, ég lappa bara fram að eitthvað risa græja, íta okkur takka og gefa kaffi úr henni, sko. Já, ég skilji. Þú veist, ég ætla bara engasálari, skilur, og ég bara græja þetta niður frá. Vinnu bara í útvarpi. Svo, þú veist, svo fer ég í ripper, sem ég elska, 200 mg af koffinni, áluru veisla.
Svo þegar ég að sippi með þér þá fæ ég með red wine. Já. Þetta er ógæslega erfið spurning sko. Ég heyri það. Pepsi Max er svona bara trít með mat á og til. Er það? Ég drekka alveg Pepsi Max á hverjum einasta degi sko, tvær með í hádeginu og kvöldin. Já, ég meina, hvað drekka ég í hádeginu? Bara inn í vinnunni það? Já, ég fæ bara inn í sjálfsalan. Ég rekta það ekkert að því sko. Bara 2 máltíðir og drekk Pepsi með það. Já, ég meina átt að skilja sko. Já, takk. Sko, ég þarf að velja eitthvað eitt af þessu. Sko, í dag kannski líka. Ég segi bara kaffi. Ok. Út af því ég mála þér, út af því ég þarf að hugsa yfir vikunni í heild. Hvað var þetta maður? Hvað var þetta? Anskotin, ég Hvað komið gerðist með COVID eða? Akkur er nærrandi. Þegar síðast að ég nærraði þá sagði þú glemdu þessu. Ég er líka snýr mig frá þér. Þú heyrir mig ekki segja það núna sko. Nei, en akkur er ég að nærra upp á þurru? Það er líklega síktur. Nei, ég meina þú veist Þú ætlar að fá nýja pinna. Nei, ég bara mér spesa nærra einu sinni upp á þurru. Allavega það er mjög spes, ég er ekki mikill nærrari sko. Ég fá okkur 10 pestina. Ekki mikill nærrari. Það er önnur spurning. Hvað værir að vinna við ef þú værir ekki að gera það sem þú ert að gera þetta? Sko, djúlega góð spurning. Damn the devil to hell. Ef ég var ekki að koma fólki í form og var ekki í the pod/radio sko, ég var allan ekki blikksmiður. Þegar ég prófaði það, gamli kallinni blikksmiður, ég prófaði það einu sinni, ég var líklega þar á henskilin slagast í blikksmiður sem Íslendingar eigum. Það er svolítið a real man's job sko. Ég var út að skýta þar sko. En ég er líklega með betri lagar mönnum landsins. Já. Þú veist, það flaggaði hálfa í IKEA þegar ég hætti á sínum tíma. Ertu með liftara að prófa það? Já, ég er í það. Sko, þú er ekki séð betri gæði á liftara með. Ég er á snúningsliftara. Ég er severely accurate, sko. Hefur séð hvað, sko, fattar ég hvað, sko, eins og IKEA. Já. Sko, fataskáparnir sem eru efstu hæð. Já. Þess að 40 metri við loftið, sko. Varst þú sendur í það? Það var svona, skápaði þér hann að einu stöðum í vesinni. Það er ekkert, fór ég að sendur í það. En þetta voru hinilega menn þér ekki að ráða við það? Já, þú veist, tegur þetta náði kannski hæð 2 og 3. Já. Eitthvað fataskápa þar, sko. Ekki efstu hæð, sko. Nei, þá var kallaði þig. Og því dínurnar og allt þetta sem er álveru við, svona stóra, þykkar dínur. Og það er álveru gæi og liftara þar, sko. En ég er mjög hæfilegur lagermaður, sko. Já, er það ekki bara flott svar? Jú, ég held að ég væri líklega lagerstjóri hjá okkur svona risa, annarkot bara IKEA áfram eða eins og Innes eða eitthvað svona, bara eitthvað svona giant. Ég held að ég væri besti lagerstjóri landsins. Já, ég hugsa það líka eftir allavega þessa sögu. En hvað er að skrítnasta sem þú hefur gert í vinnunni? Nú það, sko. Já, og þú ert að vinna hér, þú ert að vinna upp í sporthúsi. Svo IKEA, ég er búin að vinna á pizza, ég var með Pizza Hut, 67, Pizza Mambo, ég hef mikið á pizzastöðu. Pizza Mambo? Já, geðugstæða, sko, í Kópavogi. Sko, hérna málega, sko, það gerist ekki skrítið þar, bara eitthvað búið til pizzur og láta fólk frá þær og... Ég er heldur ekkert að leita einhverju alveg stórsförðum. Nei, sko, þegar ég var að vinna í kirkjugarðinum, í Fossvogskirkjugari, þá fórum við að skoða lík. Hæ? Alveg lík? Já, það var bara svona partur einhvern veginn af, þú veist. Af mannesku? Já. Hæ? Býtu, sem var nýtt á henni? Það var svona einhvern veginn starfsmenn í kirkjugarðinum. Grófuð hann upp eða? Hvað meinar þau? Það með ekki allir sjá lík. Já, sko, þarf maður ekki eitthvað leið? Ég var að vinna í kirkjugarðinum og þá var hugmyndi var, held ég, undirbúa starfsmenn og þegar þú ert búin að sjá lík og svo lendur ég seinni með að sjá einhvern ættingja látin og þú ert búin að sjá hvernig þetta er og þetta er ekki mikið sjokk fyrir því. Af hverju var vinnan að undirbúa þig fyrir það? Svona bara skóli í rauninni. Já, býttu nú, stoppa aðeins. Hvað meinar? Ef ég var að vinna upp í rúmfattalæðir þá er ekkert partur af því að fara með mig að sjá lík ef ég skildi einhvern tíma lendi því að sjá ættingja sem er dáin. Það er rugglegt. Ég var í kirkjugarði, sko. Já, en hvað varst að gera? Lík þar, sko. Já, hvað varst að gera? Og við erum að snirta leiði og sjá allt er snirtilegt. Þú ert að koma í kirkjugarðin að heimsækja ættingja og vilt allt er snirtilegt. Það var sem ég var að vinna við. Líkin er í kistunum. Ég var að slá og raka og tína arfa og allt þetta. Já. Þú veist, en síðan fór ég að skoða lík. Það var partur á prógraminu, sko. Já, ok. Það var, þú veist, mögulega skrítið. En síðan ég að hugsa annars sem var skrítið. Mögulega? Mér finnst þetta mjög skrítið. Það getur ekki neitt toppað. En síðan líka mjög skrítið þegar það var Pizza 67 en ég engi alltaf þegar að, þú veist, það var törn og Kristi Pálsson, eini bakarinn var inn á salerni á baki og í snæði fyrir að vera búið til pizzur, sko. Það var líka mjög skrítið. Vissulega skrítið, en hitt er skrítna, sko. Já, þú veist, ég meina, en hvað, voru þetta bara bein eða hvað var þetta? Nei, það var bara hún nýtt áinn manneskjan, skilur. Hæ? Já, það var tekið bara rauð hvíta lakið af. Já.
og síðan bara, veist, að skoða lík og þú veist, þá ertu bara að sjá Hvernig á að skoða? Þetta er góð skóli, því að síðan þegar þú lendir í því að ættingi fer Já, þá er þetta ekki mikið sjokk, skilur þú, koncept já, ég veit meginn allir er að skoða lík Já, bara svona að vera partur á skóla bara, að bara, hörðu, en er lík, en þá veist hvað þetta er og áframgak. það er þetta er alveg svakalegt maður Við getum að fara Þú aldrei farið í þetta? Nei, ég hef aldrei þurft að Aldrei séð lík? bera kennsla á lík, sko Þú aldrei farið í jarðaföru sem er opin kista? Jú, ég hef gert Þá það sástu við alltaf Já, lík jú, það er bara ekki same shit, sko Já, ég veit að mér bara svona skrítið að vera eitthvað svona og manneskan sem var að farða líkið og svona, þú veist Já við vorum að spjalla á hann Mér veist að hljóma meira bara svona eins og þetta er eitthvað að þú hefði bara verið í, þú veist, bæjavinnunni og henni strákar komið þið, ég er að sína ykkur það var rosalega að þú voru skoðað með yfirvaraskegg og það var rosalega að fá að skoða stjón með sko. Veistu hvað, ég vil ekki að það veri gert Ég ætla ekki að gefa að leifa það er glata ok, það er bara, þú veist, þetta er rosalega Já, ég minna, ég veit að segja eitthvað sem var skrítið þetta er svona, veist samt ekkert skrítið þið veist að skrítið ég væri til að fara vel yfir til Blökastofn því við höfum ekki mikið tíma hér herru, þá ætla ég að spyrja síðast spurninguna ákvæður lengi en þetta er samt svo ég er ekki farin að gefa svona okkur skilabóðin að við erum að drífa okkur hann veit ekkert hvað er í gangi herru, pældi við myndum bara klára þáttin ánans nei, einn eftir við duftum aðeins á rönnina herru, hvað hérna við erum að vera mjög snöggi hversu töff finnst þér að vera á skala með þetta sko, við erum ekki að tekið eitthvað svipa með myndalegir held ég já, sko, ég hérna sko, það veldur þetta dagsformuna sjálfsögðu kannski höfðu sko, dagsdaglega þegar koma fólki í form í Íþróttagallanum, skilur þá er ég ekki ég hugsa ekki djöðlega töff í dag þannig að ég seti bara eitthvað svona slætlega báða erfitt 7 7 minute abs já, þetta er bara flott herru, við þurfum að fá það Rikkin hann snýr baki okkur hann er það svona drullaðurinn já, við bara vorum við lengi það? Voruð þið lengi? Nei, ég veit það ekki en þetta var bara sko ég er svo lengi það kemur ljós hvers vegna já, byrjum við nú komið að ég ætla að vinna þetta ég þekki Richard mjög vel ég þekki Gilsan líka mjög vel þá ætla ég bara að byrja á þér Egill uppáhaldsdrykkur var fyrsta spurning hvað er uppáhaldsdrykkur hos Rikka? Sko nú má ég ekki vera fljótfær nei. og þú voru líka að lofa mér að þegja Steinþór þá getur ég segja loka svar ég er samt alveg slagur af því að yfirleitt er það Utti sem er að gaggi okkur og drífa okkur málið er að sko fyrsta sem poppar í hausinu auðvitað Jager út af því að byrjar alltaf á tenni byrjar alltaf mótna á því að taka 2 Jagerskot út á bakka mjölkuglu hann elskar það en málið er, síðan voru ég að hugsa hann er ekki mikið Jagertum á Íslandi hann meira svona þegar hann er úti ofurölvi þá tekur hann alltaf 2 Jager sko. Ekkert ofurölvi, það er hætta þessu Já, þú veist hvað við erum fríi veit nefnilega ekkert hvað átt við sko, en ég sé hann ekkert mikið með Jagerina heima sko. Aldrei En hérna heima þú veist, andlega sann gólu var ekki nema að sé með beer hann elskar að elda heima og fá sér smá beer hann er ekkert okkur rosa mikið rauðvínsperri sko. ég held að hreinskili svar hann að sé beer Það er hárrétt! Hrikalega vel lesið. Vel gert Gilsari. Það er 1-0 fyrir Ragli og þú fær sömu spurningu uppáhaldsdrykkurinn hans Rikki, hver? Ég er búin að vera ansi mikið með Gilsarnum í hérna gegnum tíðina hvort sem það er hér heima eða í útlöndum. Takk. Sko, það sem ég veit, Egill elskar eins og í öllum preppum hérna að fá sér ískaldan beer og elskar hérna og hann er mikill pre-workout maður, ég elskar að fá sér hérna Ripper og eitthvað svona sko en ef hann sagði það ekki ég veit ekki neitt mann sem elskar rauðvíni sitt eins mikið á Gilsarinn hann elskar rauðvíni sitt út af lífinu hann er sko hann bara elskar það og það getur ekki annað verið en rauðin og það er loka svar og það er ránt Rikki sko, rétt svar hvað meinur þú? Sko, kaffi sko, þú vorum að velta steinu með þetta Guð minn góður, hvað er býtt á að gefa reynskilin í þessu? Ég held það Kaffi? En ég taldi bröðin sko, þannig að þú varst heldur nála sko. Var heldur nála, þetta er bara rátt hjá þér Ég sagði líka Ripper, vel gert að neymdropa Ripper Varst með allt rétt Ég sagði rauðvín, Ripper svo Pepsi Max og coffee Ég hef bara aldrei séð með bolla Já, þú er líka ekkert með mér í sportu svona daginn sko. Ég fer að sofa á kvöldin og hugsa að vakna og
fá mér í brakandi ferskan Þetta er ekki mest að bollan, sko. kjaftaði bara sem við veitum En ég málega þetta samt alveg rétt sko. Þetta er, veistu, því að helgar og því að gera eitthvað þá elska ekki meir lífinu en red wine sko. Já, ég veit en ég er ekki að tala dagstaglega Þetta er bara drikku sem þið elskar að fá Þetta er eiginlega punktur sko. Þetta er alveg rétt Nei, Ef þetta verður tæft í lokin þá tökum við spjalla við sjá til Þá er önnur spurning hvar væri að vinna ef þú væri ekki að gera svona að gera í dag og Rikki, ég ætla að byrja þér núna hvað væri ég ætla að gera Gilsarinn? Það væri ekki mæla fólk í sporthúsinu og koma fólk í form eða hér ekki að bladra hérna Hvað var ég að gera? Hvað væri Gilsarinn að gera? Var ég bara atvinnulaus eða? Nei, alls ekki Ég hugsa að Gilsarinn væri Ég veit að Gilsarinn elskar að hlusta á hluti og Sálfræðingur? Nei Ég er fyrir sálfræðingur Nei Ekki fræðilur Ekki vera Ekki vera hlust á neitt Það var fyrst að láta greina sjálf á sig Já, ég þarf að sjá getur spyrjun Ég hugsa að Gilsarinn er að vinna Ég myndi segja að Gilsarinn verið geggjaður bara svona hárgreiðslumæður verið svona rakari Það myndi henda sér í námið En ég held að sé samt ekki rétt Nei, það er ekki rétt Ég er bara blanko Já, en þetta er bara mjög gott gísk Egil, hvað sagði Rikki að það? Hvað var Gilsarinn? Ég ætla ekki að Jú, ég segja strax Egil hefði líklegast enda sem lagermaður lagerstjóri Ég er geðveikur lagermaður Ég var að hugsa en ég hugsaði bara svona Íkæða tíminu búinn sko Nei, ég gæti farið allt í Ég gæti vera smáverulega Ég gæti tæmt gámanna Það var ekki að segja Ég var í vörumóttökunum helgar Ég ætla ekki að slamma þig fyrir þetta Nei, það varðist ekki fyrir honum Nei, því ég er bara einhver besti lagumar í heiminn líklega Slamma ekki fyrir þetta En hvað sagði Rikki? Sko, þetta er náttúrulega tricky Þegar Rikki er sko eitthvað góður í öllu sem hann gerir sko. Það er það þreytt að vera Richie sko. Hann er alltaf geggjaður dagskostjóri á F957 Svo er hann veistlustjóri, svo er hann DJ, svo er hann lýsari Og hann pakkar þessu öllu saman sko. En ef ég tek þetta allt saman út Við erum hugsað hvað væri sko, þetta geggjaður í rúmfattalagarnum Ég held að það veri samt svona, þú veist, tímabundi shit sko. Þú veist, það var ekki, þú veist Það væri góður þar í dag Ég sá bara Rikka nutt á sér handliti þegar þú byrjar að tala um það Nei, þú veist Já, hann var hörsku dínusölumæður þar sko. Já En sko, en máli er að ég held að sko, ég sé hann fyrir, maður með þetta geggja andlit sko Ef hann væri, þú veist, í jakkafötum Hann lítur út svo fasteignarsali og horfur á hann Ef sko, ég myndir ekki þekkja Richard Þú myndir horfa á andlitið á hann núna Þú myndir tippa á að vera fasteignarsali Já, ég held það Veist, og með þetta bros og þessar hvítu tennur og þetta svarta hár veist, ég sé bara fyrir mér auglýsingu plaggat á okkur byggingu Já En það ekki Það var hárrétt. Og sé líka Það var rétt. Var þetta rétt svar? Já Sagði það fasteignarsali? Það sagði sölumæður Það er það sem, já ég sagði það Fasteignarsali Það er bara hár rétt hjá þér Heyrðu þetta Þetta er svo einleg Þú séu líka að elska Valdís að fasteignarsala hlutverka að sitti þeirra alltaf heima Konceptið Það þess var samt aldrei að tala um að ég væri fasteignarsali Ég tala um að ég væri svona sölustarfi Já, ég spurði þig, trygginga eða fasteigna Það fór allt undir Bara rétt svari, ég gerir vörð núna Ég er ekki viss ég er góður í tryggingunum Nei, þú hefur veðsett Já, ég meina, einu sinni, við höfum ekki að ræða það That's in the past Já, það er löngurinn í pest Það er 2-0 fyrir Gilsarinn 2-0 Rikki, leggja á leiðulega að vera að pakka það saman En Rikki, það eru 2 eftir, þú getur jafnað þetta Hvað er skrítnasta sem þú hefur gert í vinnunni og sko, Egil, ég ætla að byrja þér hvað er skrítnasta sem Richie hefur gert og, já Sko, hann gerir ekkert skrítna hluti hér Hann gerir ekkert skrítna hluti þegar hann að DJ-a Þú var að sopnaði einu sinni en þú veist Það var DJ-a sko, ég er samt ekki sem að skrítið sko Hann hefur verið þreyttur Já, ég veist, bara þreyttur og Var ekki þreyttur að búa að segja þessu 7 miljón Það lagði sér bara skilur í miður giggi Já, Og sko, en ég held að við förum aftur aðeins í rúmfattalæðinu sko Því að þar var ýmislegt skrítið í gangi sko Þú var hérna, hann var alltaf Kristi Pálsson var þar að vinna með honum Sko, Richard átti þetta til að fara á bak hérna á vinnutíma Átti það ekkert til Það tala bara um eins og þetta hefði bara verið eitthvað bara reglulegt dísaskræð Verið ekki þannig Sæður að Kitty var að vinna með það? Nei, já, þið voru saman í rúmfattalæðinu Var hann að vinna bara alls það sem þið voru að vinna? Ég gæti það Sko, ég er ekki að segja þetta er ekki hverjum degi Richard En af og til fór Þetta er ekki af og til, þetta gerðist einu sinni Hann fór hann á bak Og getting paid sem er alltaf draumur allra einhvern veginn Og er þetta lokasvar? Nei, og síðan líka lagði það sér það var dínulaganum sem var hann tired, þú veist, og bara lagði það sér
Það er bæðið sem tiltölulega skrítið. En ég held að sé að annarkvort, ég veit hvað hann hafi sagt sko. Já, þú voru kannski vel leitt. Það er alltaf að selja dínurnar. Það var að gera allt annað á þessu dínum en að selja það sko. Það var skemmtilega. Getur verið að klára þetta. Ég segi, og hann myndi líka ekki segja sjálfur þegar hann var á bak sko. Frúin að hlusta sko. Ég segi þegar hann lagði sig í rúmfallalag. Þegar hann lagði sig í rúmfó, það er ekki rétt. Hvað var það? Rétt svar þegar hann hendi sér inn í kassan hjá Almari. Það var sérstætt. Já, gleyma því. Ná spes. Þú fórst inn í kassan. Það var óþarf að fara inn í kassan. Það var líklega von your finest moment, Richard. Nei, það var alls ekki, það var mjög langt frá því sko. Það var rosalegt. Mikið Torfa pakkaði við saman þar sko. Já, það er eðilegt góðan listgjörning. Nei, slökum á. Góðan listgjörning. Já, það spyrir að hrista sig í einhvern kassa sko. Listgjörningu sko. En hvað er, Rikki, hvað sagði Egill? Hvað er að skrýtnasta sem hann hefur gert? Það er engin jafn kassala og rútgeneraður og stundum, sorry, boring gæja og gilsarinn sko. Hann gerir alltaf það saman. Þú þarf að segja særandi hluti, Richard? Nei, en þú veist, ok, ég dýrka gæjan sko, en þú veist, skrýtnasta sem hann hefur gert í vinnunni, hann gerir alltaf það saman. Þú veist, það breytist ekki. Það er minna rippir og hann er að skoða eitthvað á netinu, hlusta okkur á tónlist og er að fítumæla fólk. Þú veist, ég bara ángríns, ég blanko. Þú var að velja eitthvað? Ég veit það ekki, bara... Ég held hún áður þess ekki sko. Þetta er svolítið spesnefna sko. Ég ætla bara, sorry, því ég kortið er búin að tapa. Ég ætla bara að hendi boring svari pass. Ég veit ekkert hverju ég á að hendi hend sko. Það er svo sem gott að blessa. En það var sérst að skoða lík. Ég var að vinna í kirkjunni í Fossvogi og skoða partur af programmet að skoða lík. Það var skrítið. Býtu hvað, varstu að vinna á útfarastofu í... Nei, ég var bara að tína arfa á leiðum og raka og slá og lappaður eins og bara inn í kapellu það? Nei, síðan var bara, þú veist, það var bara dagur sem þau nú ætlaði að skoða lík og fór allir og... Ég hef aldrei heyrt allavega að garðurskima þessi dregin inn og fínt viðurkenna. Ég hef mér líka skrítið þannig þegar ég var að ná Kristi Pálsson af salerninu hann að niður í törn og pizza 67 sko. Það var líka heldur skrítið sko. Hefði getað reynd að giska það, en það hefði ekki verið rétt. Já, það hefði ekki verið rétt sko, þú varst að vera nálægt því þú ekki sko. Já, en Rikki, þú geti fengið... Ég er búin að vinna þetta. Já, þú ert búin að vinna, en þú geti fengið klóra í bakka og fengið 1 stig, Rikki. Í guðanabænum reyndu það. Hversu töff finnst þú að vera á skalunum mitt upp í 10 var spurningin og til að þetta spennandi ætla að byrja á Agli hversu töff segist hérna Rikki vera. Sko, Ritchie veit að hann er sexy. Hann er ekki afnett, hann er ekki svona ég er ekki sexy, hann veit að hann er sexy. Töff og sexy er ekki það sama samt sko. Já, þú veist alveg. Mér finnst ég alveg vera kynþokkvöldur sko. Er það? Hvað myndir að gefa það? Ég myndi alveg gefa mér 8 þar sko. Að vera kynþokkvöldur? Já, málið er. En töff og sexy er bara alls ekki það sama sko. Þú satt að gefa mér, út að hjálpa mér. Já, þú mátt ekki vera gefa mér. Þú ert að segja, ok, fyrst þú segir þú myndi gefa þér 8 í sexy en ekki endilega í töff. Ég ætlaði að segja 8 er rosalega há tala fyrir alla. 8 í töff, því að þú veist, en kannski var ég, þú veist, að minnskilja út og kannski fyrst hún að vera 8-8-5 í sexy, þannig ok, hana nú ætla ég að breyta svarnum, ég ætla að segja 8 en hann eiginlega gaf mér smá vísbendingu þannig að ég held hann ætla bara skellt á sig 7. Já, ætlar að gíska á það? 7-5. Ætlar að gíska á það? Það er ekki rétt. Hvað gaf það? Hann gaf sér 6-5. Ha, Richard. Já, hann var fokkin kjafta þetta. Séði. Já, hann var heiðarlegu samt. Ég hætti að segja séði og eitthvað svona, þetta er ógeðslega óþægilegt. Ég bara Það er ekki, hvað segir Egill sjálf og sig? Ég veit að Egill vill aldrei gefa sér eitthvað of háar enganir svona og fegur að því, þú veist, hann vill vera hóvær sko. Þú veist, hann vill að aðrir gefa sér hólið sko. Þannig ég ætla að segja að Gilsarinn hefði hent sér bara á góða 6-5 líka. Það er ekki rétt og þú færði ekkert stig í dag, Rikki, sem er ríkalegt á 7. 0,5 frá það, varst náðast. Það varst helvítið náðast. Ég talaði, þú ert samtalið hóvar þegar það kemur að þessu. Er ég pakkaði Richard saman 2-0 fyrir Agli og Rikki, þú bara kemur sterkur í næst. Takk fyrir. Mér langar að enda hins vegar á hljóðbút úr þessum lið. Þekkið ekki, besti þekkið ekki liður. Þetta er frá 4. júní 2021 þegar að Öddi spurði á báða hver væri uppáhalds líkamspartur þeirra á konum og já, gjöru þessu vel. Líkamsparturna steinda á konum. Já Það er góð spurning. Píkan. Hæ? Ég er að svara, ég er að fá punkt. Hvað sagður? Ég er að svara upp á Hvað sagður það? Hvað, ég er að svara bara Ég veit það. það sem ég held. Sagður píkan? Sagður það? Heldur að hann Varstu rugglaður? Hvað? Nei, ég meina Finnst þér líklegt að ég hefði sagt á það? Þú voru bara að hreinskilin. Finnst þér líklegt að ég hefði sagt á það þegar ég var að vera að spyrja mig? Ég hef sagt píka. Píkan
Jóhann var upp á þess víkarpartur Tjóð, þetta ruggla Ég alveg tala Það var bara, það eitthvað mjög mikið aðeins Það var ekki hægt að greina Það var ekki hægt að greina Það var bara eitthvað mikið aðeins Þetta einn af þeim svölustu í tónlistarbransarum í dag, Harry Styles, As It Was. FM 95 Blu, hér á FM 957 og það er komið að næsta klefa. Steindi, þú hendir í eitthvað sem heitir alnafnar. Já, ég gerði það. Og kannski útskýra konceptið. Já, það er voða lítið að útskýra í rauninni. Þetta er sko, ég syngi bara í fólk út í bæ. Já, þykist þér að alnafnið þess? Já, og bara ég heiti það sama og ég bara að spá í hvernig. Og þú er svolítið að vinna með líka svolítið uník nöfn, sko. Já, bara hvernig finnst þér nafnið og já, er ekki bara allir upp á allir feskir. Ég fæ persónulega ekki leið á þessu. Hvernig er helgin og þetta er bara, sko, málega. Ég basically bara taka púls á fólkinu landinu, sko. Bara rétt að tjekka. Hendum okkur í það. Ekki? Já, góðan daginn. Er það Ásvaldur Ævar Þormóðsson? Jú. Já, sjöldaflasa er Ásvaldur Ævar Þormóðsson hérna megin. Já, hver er þú? Já, Ásvaldur Ævar. Ég heiti Ásvaldur Ævar, já. Já, einmitt, ég heiti líka Ásvaldur Ævar. Þú ert ekki að grínast í mér? Nei, ég er Ásvaldur Ævar Þormóðsson. Já. Nei, sko, ég er Ásvaldur Ævar Þormóðsson. Já. Nei, byrju, þú heitir Ásvaldur Ævar? Já, Þormóðsson. Já, einmitt, og ég heiti það líka, við erum alnafnar. Já. Já. Það er ekkert annað. Nei, og ég bara vissi ekki af þessu, sko. Ég kom að fjöllum þegar, öldru móði mín lét mig vita af þessu og ég var nú bara að fá mér smá svona ostaslaufu og með smjörosti og þegar ég kemst að þessu, sko, bara í morgun. Já, og hvar ert þú búsettur og hvaður? Ég er nú bara í Hafnarfirðinum. Já. Já, hvar ert þú sjálfur? Ég bý á Stórutjörnum í Þingeyjarsveit. Já, voðalega þetta spes, vissir að mér, ég vissi ekki að þér, sko. Nei, ég vissi ekki að þér. Nei, þetta er voðalega sérstakt, sko. Já. En skemmtilegt. En væri ekki gaman einhver tíman að hittast kannski, fá sér kaffi og kleinur og ræða nafnið? Já, það gæti verið það. Og þú býrði í Hafnarfirði, segir þau? Já, ég er nú bara í Hafnarfirðinu, sko. Og hver er þessi aldraða móðurinn sem að... Já, móður mín? Já, sem komst að þessu? Það er hún, Þormóður. Hæ? Þormóður? Nei, það er ekki móðir þín sem að komst að því að við værum alnafnar. Hvað sagðir á hann? Jú. Já. Hún er alltaf þess, sko. Já. Já. Hæ? Það er nú svona, segir ég. Já. Heyrðu, ég segi bara góða helgi. Já, sömulegis. Já, segjum það. Já, blessaður. Hvað nafn sagði ég þegar spurði mig? Sagði Þormóður. Þú panikar við þetta, sko. Ég er að langa í mér, sko. Þú getur að sagði Þormóður. Svo hann bara, ha? Sko, málega er að ég var sko að horfa á nafnið hans og hann er Þormóðsson og það small eitthvað saman í haustum að mér. Það gerðist eitthvað, það brotnaði eitthvað spýta þarna hjá mér. Þannig ég sagði, ég ætlaði að fara að segja bara Þormóður, svo var hann að spyrja móðu mína. Þormóður? Ég sagði Þormóður, það getur nú ekki verið, bara legit nafn. Nei, mjög langt frá því, sko, þetta var ekkit eðlilega gott, sko. Það er ekki, maður segja Þormóður, nei. Nei, það er ekki til Þormóður, sko, þetta er ekki að leita, sko. Nei. Herðu, verðum við ekki að enda á einni konu? Halló? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Auðbjörg Elísa Stefánsdóttir. Þetta er Anna dóttirinn var. Já. Hún er sem til að þú vil tala um hana. Já, endilega. Halló? Já, halló. Er það Auðbjörg Elísa Stefánsdóttir? Já, hún. Já, sæl og blessuð. Ég mátti nú til að slá að þráðinn. Það sem að við erum alnöfnur. Nú? Auðbjörg Elísa Stefánsdóttir heiti ég. Og nú var hún dóttir mín hjá mér í smá svona bakarís, föstudagsbakarís hjá okkur hérna fjölskyldunni.
Og hún var að segja mér frá því að ég ætti alnöfnu og ég vissi þetta ekki, vissið þú þetta? Nei, bara ekki hugmynd, sko. Við erum bara 2 í landinu. Nú erum við þá 3? Þetta vissi ég ekki. Og ertu ekki bara glöð með nafnið og... Jú, okkur ekki vera það. Jú, ég er það líka. Ég er nú bara að spyrja hvort að svona... ég er nú bara svo gaman að því að heyri í alnöfnu. Og hvað ertu nú búin að heita þetta lengi? Getur maður nú kannski spurt? Já, það er góð spurning, sér svona þess að bara ég var skýrt bara. Já, einmitt. Og hvaða nú sjálf ég 73 ára? Já. Þannig að ég held að ég væri svo elsta. Uppbjörg? Já. Já, ég... Það er svo lélegt samband en ég heyri svo illa í þér. Já, þú meinar, já, það er ekki mín megin. Ég er nú bara sjálf í Grafarholtinu og hef nú búið þar lengi. Og svo vorum við í morgun, fengum okkur bara smá svona vínabröss. Búin að skella á þig. Nei, það? Hæ? Ég var ekki... Hún skellt á þig. Ég var ekki byrjaður. Ég held að dóttirinn hefur hún var að hlæja þetta í bakgrunnum. Ég er líka ríkalega lélegur þegar ég kemur að breyta röddinni, sko. Þetta gengur ekki. Þetta var hræðilega rödd, sko. Já, ég veit það. Þetta er bara, því ekki vera leiðilegur, sko. En hún trúði ekki eina sekúndu að vera kvenmaður, sko. Nei, ég ætla að æfa með þess. Ég þarf að gera það. Herru, þetta var alnafnar. FM 95 Blö á FM 957. Time flies when you're having fun, sagði eitthvað staðar. Tími flýgur þegar maður hefur gaman og það er bara nákvæmlega þannig 17:37 og það er svona að fara að síga og setja hlutan en ekki nema að fá spurningakeppni Gilsarans. King of being hot. Það er rosalegt. Veit ekki með konceptið en jú, maður hlýtur að vilja vinna King of being hot. Já, ég myndur að halda það. Heyrðu drengir, áður við förum í keppna þá verði ég að komin að það að það er loka þáttur það er stóra svið, loka þáttur í kvöld. Hvað er konceptið í kvöld og hver eru og sko, Ragnhildur Steinun og Ragnhildur Steinun og Sigrún Ósk er í kvöld og þetta er geggjaður lokaðáttur. Það er fara á kostum og við erum að keppi inn á þessu, við keppum í dansi og þú ert sweet moves. Já, ég sko þetta er að sem þú varst óvinnufæðir dagan eftir út af Hasper. Já, sko, ég hlakka til að sjá það. Við æfðum og þetta er alvöru metnaður í þessu og hjá báðum liðum og svo kepptum við gerum sketsa og það er eitt svolítið skemmtilegt þar. Við fórum líka í keppni, fórum bara út í sikkur lagi, ég og Ragnhildur, Öddi og Sigrún og hvort liðið myndi ná að heyra, ringi, hitta frægari mannesku. Þú hafði bara nokkra klukkutíma, 1 dag til að fara bara á stað og hvort liðið fær frægari mannesku í hús. Ég sá eina fræga manneskinu, það var alvöru manneskja. Í trailer eða? Já. Ertu að tala með Ed Sheeran eða? Rétt. Já, ég ætla ekki að gefa neitt upp. Það er rosalegt. Þetta er í kvöld á það er ekkert mikið, þú veist bara vinsælasti popsöngar í heiminum í dag. Það er rosalegt. Ég held að þú hitt á Bó eða Bubba eða eitthvað. Nei, það eru erlendur aðalar þarna líka sem koma fram. Hendur í Ed Sheeran. Ég tek allas þetta. Það er bara dóttirinn, hún missir ekki þetta allavega. Nei, þetta er hefð. Þannig að King of being hot, þeir eru báðir mjög sexy gæjar. Þannig að þetta er eiginlega, ef þetta er stuðlað þá er þetta bara mjög, close call myndi ég segja. Og við byrjum. Hefur verið í þröngum hvítum buxum og tilt er svo silkislagurinn í bimmaðin? Það er bara þetta er svo óþægilegt. Ég held að ég á ekki hvíta buxur í dag. Ég hef örglegt um fyrir hvíta buxur en ég hef aldrei átt bimma. Aldrei átt bimma? Dröndlast í gang, Steinþór. Ég drullast í gang. Ég fór riðgaður einn morguninn og langaði BMF og ég var að klára eitthvað jam og ég var í svona hvítum Ralph Lauren buxum og já, ég kefti mig BM og tilti mér inn í hann. Það er rosalegt. Fekstu gráa fyrringin? Ég veit ekki. Hvítar Ralph Lauren buxur, hvað kostar svoleiðis buxur í dag? Ekki Gilsari, sko. Gæti ekki vera sama? Ég gæti ekki vera meira sama. Slakað á mig. Kefti mig bara einhverja buxur. Voru bara 20 skall eitthvað, Jesus. Það er 1-0 fyrir Richard. Þetta er ekki að byrja að velja þér. Nei, ég ekki nóg vel. Ertu með geggjað andlit? Hvað, ég var að svara því sjálfur. Hver er spurningin? Ertu með geggjað andlit?
Við erum alltaf í útvarpinu núna. Já, ég veit að þið erum ekki með Facebook Radio, sko. Geggjað andlit. Það er ótrúlega að séð í útvarpinu, sko. Þeir eru með þannig andlit, sko. Já, Ok, slaka þess á, þetta er þú veist, ég hef verið nú að segja ég held ekki Já, geggjað, ég meina ég get Steinþór, þú ert gert með- alls konar með Þú ert með andlit geggjað andlit, ég sko. get gert að lára Hann er að tala hvort þú sért bara myndalegur. Nei, hann segir bara geggjað andlit ég get notað það ímislegt Já. ég get búið til að lára faces Já, ég meina út með einhverjum 20 gerfi já, ég ætla að segja já Já, ég meina Það ná mér í punktum. Jú, ég ætla bara þú veist, ef maður- ef 2-1 maður- Richie. ef maður hefur ekki sjálfströst á sjálfan sig þá hefur maður ekki Ég neist þar. segi það, sko, þú líka séð andlitið að það, Richard Herru, Það er 2-1 áfram. fyrir King Richie Heldur að hafa einhver skemmtikraftur skemmt í fleiri brúðköpum með þú á þessu ári þitt faglega mat já, ég myndi halda að ég er ekki Þú geggar mikið, Stefán? já, ég er nú ekkert mikið í brúðköpum ég tek kannski, kem fram í einu svona en veislustýrun King Richie Ég hætti að segja King Richie en ekki bara að segja Rikki. sko, Rikki erst þú ekki að taka brúðköp bara Jó, hverja helgi? ég held ég að tekið ykkur 20 í sumar 20 bara í ár. Það er rosalegt Þannig ég, Bara fólk giftis ekki nema að ráða King Richie Ég hef mjög gaman að því það er þetta, þú veist, það er þetta að slá tvær flöður í einu haugif. Fólki finnst það þægilegt. Fólk er líka mökka í brúðköpum veislustjóri og að DJ Já, það er Gott rosalegt krát, sko, þetta er ekki meina en edru, sko Nei, ég held að það sé engin sem 3-1. Já, ok. Það er niðurlagið með hérna, Stefán. Nei, ég fæ mig bara svona nokkra kalda bara, þú veist, það er alltaf, þú veist, ástæðan fyrir að gaman þetta skemmt í brúðköpum, það er allir glaðir. Það er engin í fílu. nei Sko, það eru 1, 2, 3, 4, 5 eftir að nóg eftir við þig, Steinþór Já. og myndi að vera hreinskil ég líti að fá stig Hefur frúin gripið þig glóðu volgan í miðjum hristing? Jésús minn, hvað er það að koma með þessa spurning oft? Þú veist, kemur hún einhvern tímann ekki þegar ég er inn? Þú veist, ég er búin að vera þetta alveg, þú veist, 12-13 sinum, hefur einhvern tímann ekki komið með þessa spurningu? Í fucking 14. skiptið. Já, þetta er bara basic svona spurning Þetta er ekkert basic, þetta er alltaf því ég er inn. Þú er aldrei sleppt þessari spurningu. það er ekkert basic þessi spurning sko en já, hendur ekki beint á gólfstöðuna En ég er svolítið fjórundur hérna eitthvað Steinþór segir hérna, sko Já, það er allavega já á mig. Er það ekki? ég held að sé nei Er hérna það ekki? Jú, þú veist það alveg. og ég held að sé nei sko og ég minna Þú myndir vita það, Steinþór Heldur það sé nei? þú veist, já, það hefur ekki Þetta er verið svona þannig moment sem mann upptekur með þér í gröfuna, sko Ég- Richard hann hugsa um þetta moment hvernig degi hann dreft, sko mér myndir enda Þannig Já, að það er bara þér að þakka. Það er þannig atrið, sko mér myndir Það verður enda löngum bara hún að gleyma svo. já, en á móti það myndir mér enda ekkit finnast þetta að Svo vera var neitt að stórmál sko Valdís ekki að gleyma þessu, Richard, sko Nei, þú bara sérðum það gerist ekki. Fáum hvorugt að gleyma þessu. en var þetta nokkuð stórmál? Var þetta ekki bara, þú veist, Ég bara gerði mistökin að segja honum þetta. já Og við fórum út um allt sporthús og búin að segja öllum þetta sko. Á svona 10 myndum þá lappa hann á allar skrifstofur í sporthús og sagði öllum þetta. Því ég sagði sérstaklega en ekki segja neinum þetta. Nei, ég held ekki nei en hérna Ég gat ekki haldið kjátt þetta var það fyndið saga, sko já 4-1 fyrir King Richie Ertu með gullfallegt yfirvaraskegg? Nei. er ég ekki með, nú er ég bara með skegg er ég með Með yfirvaraskegg líka, út með, basically Þetta er punktur það, Steinþór Já, já. Ég þekki enga með flottar yfirvaraskegg, Nei, sko ferðin þetta mjög vel að vera með skegg. Hvað sem er yfirvarað eða eitthvað annað sko. Takk, strákar mínir. 4-2, þetta er mjög spennandi, sko Varstu launahæsti knattspyrnu / hlaðvarpsstjórnandi landsins á síðasta ás? Herru, hérna, ég á bara ekki breykið er ekki, þú ert að pakka mig saman Já, það kom í einhverjum miðli á. Já, ég hörðu Vola 5-2 Það er nú ekki vesen að kaupa sér Hvað er bara mikið bimma eftir og þessu? svita Hvað buxur. er mikið eftir þessu? Við erum með gestastjórnanda, það kemur reykið í hérna Já, með þess að þetta er mjög skutið Mjög spes Flestir nota eldhúsitt í að elda og borða En nota þú eldhúsitt stundum fyrir samlíf? Jesus Christ. Og það er mjög viðfórnir Byrjum með þess, Steinþór Nei, það Þú ert með 45 metrar langa borðplötu heima hérna í The Mansion, sko Það hefur ekki tíðkast hingað til að hérna, nei, ég verð að segja nei Er það ekki? Nei, ég verð því miður að segja Ríkard? Sko, þú hvað sagði reglulega? Nei Bara hefur nota eldhúsi fyrir samlíf Það gera maður í eldhúsi, sko Já, það hefur gerst eins og ég hef sagt áður. Þessi spurning held ég er að koma í 12. skiptið. Herru, láttu mig þekkja spurningar Það kom sömu spurningar það segja að mæta Ég er búin að fá nokkar á mig bara í 4 Já, þú ár er í góðu frí í dag hins vegar. Já, sko Þetta er bara á mig. Já, en mér minnir að sko flöskuborðið hafi nú við í ykkur 4-5 ár og
Stöðumælavörðurinn og kringlan og reyndirið og sundlaðavörðurinn. Þetta allt búið að vera, þetta nokkur ár sko. Þannig að bara velkomin í hópin Rikki. Búið það. Hörru, Rikki pakkaði saman 6-2. FM 95 blöð hér á FM 957. Við ætlum svona að enda á stjórnlegum staðrendum. Við ætlum að enda þetta svona smá skynsamlegum og svona þroskaðari nótum. Er þetta samt þroskaður liður? Já, það ekki. Er það? Geta bíflugur dottið í það og svona Ég held að sé enginn að vera gáðaðri, sko. Nei. Ég veit það ekki, Blöð vill meina það. Þetta sé að við sem að fræða landan. En ég set nú stór spurningverki á það. Við getum sko, ertu með hrossaskítið? Nei. Hæ? Ég er bara með stjórnlegar. Ég fatta ekki heldur hrossaskítið. Það getur vel verið ég geti búin til. 9 mínútur eftir og bara kveðja. Búðan til á leiðinni. Það getur vel verið. Það kemur þá bara eitthvað kjátt. Gerðu þið besta. Ég gerum mitt besta. Herðu, að biðja einhvern lítinn greiða, hversu oft hefur sagt fyrir ekki, getur gert með lítinn greiða? Já. Að segja það það getur orðið til þess að viðkomandi kann meira meta þig eða líkar meira veg að þú setja að leita til þess aðeila greiða. Við ætlum að nota þetta meira. Já, gert með lítinn greiða. Lítinn greiða? Herru, ekki stóran. Því ég fer á Gilsarinn og segir, getur gert með greiða bara svona hvað viltur við Þetta er vilt Gilsarinn sko. Það er anskotana viltur við. Það er gott sko. Ég elskar að gera Richard greiða. Má ég leggja inn á 8 milljónir þannig að mánudaginn. Eða getur þú geimt þess að tösku fyrir og mátt ekki kikja hana. Það er ekki. Myndir þú nennan því? Nei, ég myndi ekki nennan því. Herru, þið verðið ástfangni drengir. Þið eru það náttúrulega nú þegar. En þegar það gerist þá missið það meðaltali 2 nána vini. Missið sambandi við hann. Ég á nú vini sem sko var ástfangni og mistu alla vini sína sko. Bara fara ekki bara út úr húsi sko, fara ekki að fóta í sjópur sko. Nei, það er samt í alveg til sko. Þú veist, það er sumir gera það, bara loka sér alveg. Það er satt sorgum, þú átti eiginlega þetta sko, voru að halda touchi við félagann sko. Eða ekki? Jú, það sé alveg svo. Áttu mikið ástsjúkum vinnum, Gilsar eða? Já, nóga þeim. Mjög mikið af mönnum kringum mjög ásjúki sko. Við eigum náttúrulega allir eitt sameiginlega vinn sem er ásjúkur. Já, mjög ásjúkur, við nefnum ekki nöfn sko. Hann er ásjúkur sko. Já, hann á reynda fullt af vinnum. Mjög mikið að vinna. Það er ekki það. Það er. Vissuðu það að HR hælar með svona háhælaskór voru upprónulega hannaðir fyrir karlmenn en ekki konur. Ég átti Buffalo skóðurinn sem sko, það var svona nettir HR hælar sko, það var bætt í áli 18 cm á mig, ég var svona 2 metrar á hæð sko. Fóð mér helviti vel sko. Það er svona Buffalo eða? Já, það var eins og þetta shit sko. Eru skór í dagstand ekki bara unisex alltaf? Já, það ekki. Ég held það sko. Kannski ekki háhælaðir, þú veist. Ég sé þig ekki mikið að lappa í háhæluðu skóðum sko. Nei, ég held bara ég gæti það ekki. Ég myndi brjóta með lappið þar og nú leið. Var til að borga pening Ég bara skil ekki hvernig það er hægt að ganga í svona skóm. Ég alveg tala sko. Í 20 ár þá var sæðisbanki í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Hann keypti sæði af Nobelsverðlaunahöfun til þess að svona búa til svona frekari snillinga. Það eru svona meiri líkur að þeir gáðuð börn. En þetta er allt nafnlaust. Er þetta nafnlaust en þá er þetta samt sko. Já, þú veist, þegar að manneskjan bað eitthvað, hún vissi ekki og þetta er hérna frá honum Albert Einstein. Getur ekki panta ég sé þetta Nobelsverðlaunahöfun til að fá hann. Þetta var svona anonymous. Áður þannig. En einmitt, þannig að það er bara verið eitthvað svona einhver heppin fengi þetta. Eitthvað svona, þannig að kannski einhver snillingur en úti er gjafasæði frá Nobelsverðlaunahafar. Oliver Molly á King Richard. Svo góður sko. Herðu, meðal manneskjan dreymir 4-6 drauma á nóttu en man í rauninni 0-1. Já, ekki mestalega 1 sko. Ég man hann í svona 7 mínútur meðan tapast mig, svo var það game over. Já, ég man stundum drauma ef ég sopna aftur. Fattur, ef ég vakna, sopna aftur í hálftíma. Þá man ég kannski. Það er allir gangur. Gott að sopnir eitthvað, sofa eitthvað, ég ætla að hattar að sofa. Ég minnst ekki gaman, mér finnst það alveg mjög leiðilegt og tilgangslust. Þú veist, ég skil tilganginu í svefn, en ég svona ef ég mætti ráða bara svona ok, þú veist, þú þarft að sofa til að fungera eða viltu bara sleppa í alveg að sofa og þá ertu alltaf vakandi og þú funkar líka, þú veist hvað ég veit, bara svefnir, þú myndir bara fá að ráða, þú veist, hann er óþarfi, þú getur valið að þannig, þá myndi ég velja að þannig.
Sko, við erum búin að vera í loftinu næstu 2 klukkustundir Myndu segja við þið séu búin að hlægi kannski svona 15 mínútur af þessum 2 tíma? Örgulega meira sko Já, mjög líklega meira, ég hlæði ekki inn í mig líka Ég er bara skemmtilega með konunglega frá því komin það Já, ég er hlægjandi í rauninni núna sko Þú ert í rauninni, þið eru í rauninni þá búinir að brenna 40 kalóri meðan þátturinn er Bara í kötti hérna 40 kalórir, þá, hvað getur maður fengið sér bara 1 lítið nart af súkkulaði Það er nú ekki mikið Eitt bita Hálfa bita Að missa gæludýr, drengir getur verið jafn sásökafullt andlega eins og að missa nákomin fjölskyldumenn Já, Þú hefur lent í þessu Steinþór misti pull já, gæludýr verða partur af fjölskyldunni En Gilsi, þú ert ekki mikil dýramæður Hefur þú Ég okkur átt dýr? elska dýr út af lífinu Já, sko, en reyndar, ég en þú átt ekki hef ekki mikið verið með gæludýr heima en ég elska dýr samt, sko. Já, en ég sko Já, þetta er alveg rétt hjá þér, Rikki En sko, ég myndi segja að væri nú kannski svolítið sjaldgæft að líka svo kannski við þú veist, fjölskyldu meðlim fattaru en það í einhverjum tilfellum örgla Já Herðu, þetta er búið hjá mér og við erum svona bara það byrja að fara að kveðja Gilsi, þú varst nú ekkert að dreit út störtlega Nei, ég var alveg góð við King Richie það verður með eitthvað 10-15 móla, tók bara nokkra góða móla ég er ánægður með Já, með 8 móla, er það ekki bara fínt eða? Herru, hefur ekki að taka hrossaskittin inn í þetta? Hvað ætlað þú ekki ská heil? Það var ekki með varstu með hrossskít? Nei, ég var náttúrulega ekki með hrossskít Ég lægi með þig Nú, varst ekki með ég stóði launað inn Nú er líka King Richie að sjá um þetta Það getur verið alveg svo þegar Blondale með þetta sko Hei, þú fengu 8 móla maður, jésús Það var ríkalega flott Hvernig er helgin, drengir? Rólega, ég fæ mér nokkra kalda í kvöld Þú ert að fara mökkað í kvöld Ekki mökka mig Nei Ég er að fara að fá mér nokkra kalda í kvöld Spila á King Gerabald Þú er bara slefandi þar Það er fyllipi Álfur bara Þetta verður gaman, en annars bara rólegt á morgun Ég ætla að halda áfram að skreita hans heima og leggja loka hönda Helvít er ég ánægð með En þið? Já, það er bara Ég fæ ammál á morgun en að Bánsinn félagið minn úr Hafnarfirði krútlegur Bánsi Bánsarusli er svona kallaður sko Bánsarusli, það er ekki Hann kallaði sig það sjálfur sko, það er lægi Og hérna það er á morgun en síðan líka sko, þetta er alveg helgi sko Þegar sko málið er að fyrstulega þarf ég að minnast á eitt hlut sem alltaf fyrrum markakongur MK-deildarinnar sem alltaf er top scorer þar í mörg ár eitthvað svona 7-8 ár með ég var í mennskóla Á morgun er í kórnum þá er keppni milli Vestló, MS, MK og FG upp á alvöru dollu í fútból og hérna þetta milli 13:30 og 18:00 á morgun í kórnum og ég ætla bara að henda smá shoutout og peppi og með gamla skóla MK að drulla þessari dollu heim en þess ég er að fara að gera sunnudaginn ég er að fara að keppa móti höfðingjanum eða fróaranum í póker móti höfðingjans á hérna sunnudaginn Þetta er svo hræðilegt við nefnir sko Já, það er kannski við kallar höfðingjan og það er kallar hætta samt að kalla og máli er að sko. það er búið að stuðla þetta og það er 2.30 Hvað hétt hann á fitnessblæðinu sem er mælan? Já, ég var að mæla hann í dag Hvað kallar hann þar? Pókerhristingur heitir hann Jésús Það er líka bara ég bjóð ekki til þessu nöfn á hann Já, sko, þú ert vissulega að halda þeim á lífi Það er 2.30 að ég endi lengur en höfðingin á sundaginn Já. Það er alveg stuð sko. Já, ég ætla að henda mér á. Ég á netan 1.75 að ég fara lengur en netan Þannig að menn geta ávist að pundi sér þarna Já, það er sens á því Ég sé mig ekki Ég raunin ekki dett út í þessu móti sko. Nei. Ég er að hugsa að henda á gilsaran Sett aðlegun á þetta Ég er að fara uppistand og eftir drengir, ég tók mig frí helgina Ég er að fara uppistand í kvöld hjá Dóra King Dóra og svo á morgun er ég að fara í hörpuna að sjá Aron Kahn, son minn, spila Alveg En þú ert mökkaður báða dagana Nei, bæði föss og lög ég nefnilega ætla bara ekki að gera það því að sko, ég ætla bara að kíkja og að því að ég er búin að vera svo spenntur drengir, það var að koma út nýr Warzone, þannig að ég mun vera svolítið mikið í The Meta World Þetta er Enter the World núna Já, ég mun Enter the World, kíkja eins út kíkja eftir heim in the world og hérna, það er svona svo ætla að mála á sunnudaginn drengir. Það er uppselt hjá Aron Kahn í hörpu og það er líka uppselt hjá King Dóra DNA í kvöld þannig að það var 2 sold out gigs Já, Það er í vel gert þeim. bara álveru Helviti vel gert þeim, já. Herru, við þakkum fyrir okkur í dag Þið verðið næsta föstudag drengir og þá allar sveppurinn að vera með ykkur Einmitt. Er þú ekki með okkur þá, King Richie? Nei, þá er ég komin á Ísafjörð Það er gigghelgi á Ísafjörð og Sauðárkróki Og leið maður að geta brúðkaup? Herru, það er ekki brúðkaup, það er árshátíð og jólalabörð Já, Ársatið jólahlaðburna við byrjaði stafar Ætlaði að fara á Ísafjörð Ætlaði að fara á jólahlaðbur Já, ég fer á jólalabörð 17. Já, Já, vonandi
Það er rosalegt. Með gömlu félagunum við reynum alltaf taka við svona ekkert eðla léliðir að læna þessu hittingum upp sko. Já, ég er að fara 15. Með hverjum er þú að fara? Sko, við ákvaðum þetta hérna, við Rauðun og Klakamenn. Við förum hérna hópurinn með landaköss. Já, við erum alltaf með litli rók litlihjólin sko. Ekki láta landaköss sjá drikkina annars sko. Þá fara hendur í gamla góða blackout Já, ég nenni því ekki sko. Ég ætla bara, hérna, þetta verður bara bjóra dælu held ég. Segð mér þá, það er ekki hendi bolla það er baneitrað sko. En annars eru bara heldur góðir og við þökkum kærlega fyrir okkur og vona Auðun Blöndal sé skemmt sér konungla á Flórida. Heyrðu, það getur vel verið, ringjum í hann bara í næsta þetta. Tökum smá stöð, tökum púls á hann. Þökkum fyrir okkur eigið frábæra helgi. Öddi, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga.